Já, velkomin að Rauðaborðinu á föstudag september klukkan 4. Þá höfum við vanalega hérna þessum kvöldum vikuskamt, förum við fréttir vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki. En það er verið að kjósa morgun, þannig að það er eiginlega ekki þannig í fréttum heldur en kosningarnar. Og svona í tíðinu af því að þá hefur fengið hingað fólk sem að er í þeim flokkum sem að mælst hæstir í skoðanakönnunum svona undanfarnar 2 vikur. Og ekki oddvitarna sem að voru á mokkanum í eftirmiddaginn og verða í sjónvarpinu kvöld, heldur númer 2. Heiða, það er kannski ekki besti vinnur aðal í þessu tilfelli. En það er Heiða Björk Hilmisdóttir, hún er frá Samfylkingunni, er í öðru sæti, Líf Magnúsdóttir í öðru sæti hjá Vinstrinu og Brynjar Níelsson er í 3. sæti í Sjálfstæðisflokknum. Nýja annað sæti. Já, en Bjarni gæti ekki komið, Bjarni Guðmundsson. Ég sá hann endar í hátteginu í Múlakaffi. Já, þar eru mörg atkvæði. Já, það var mikill ágangur hérna frambjóðenda þar. Við þurfum að fara Þetta segir sem ekki atkvæði í þessu viðtali? Nei, ég fer oft í Múlakaffi sko, þó sé ekki kosningabaráttu og hérna er mjög gaman að koma þar við. Já. En þetta er svona kallafrekar, þetta er svona kallamegin í Reykjavík. Og þetta er svona að þegar það fyrir að líða kosningum að þá er ekki þverfóta fyrir frambjóðendum í Múlakaffi. Sem ganga á milli. Það er bara svoleiðis. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei gert. Ég sé það. Þetta við höfum þetta að kalla þér. Þegar ég þetta. Herðu, eigum við aðeins að bara fara yfir kosningabaráttuna? Hún er búin að vera svolítið sérstök fyrir þig, Heiða, því að þú ert svona næst mér að byrja hjá þér. Það hefur staðið spjót. Og þú ert í öðru sæti sem að gera svona erfiðari fyrir þig að verjast. Leiðindi bara. Nei. Þetta er Mér finnst þetta bara búið að vera öðruvísi en aðrar kosningabaráttur sem ég hef tekið þátt í. Þetta er náttúrulega í 3. skipti sem ég er í öðru sæti, sko. Þannig að ég ætti nú að þekkja það vel. En já, mér finnst þetta bara svona einhvern veginn búið að vera minna spennandi, meira svona eitthvað skítkast og borða eitthvað sterkan mat og fara ísfötur og eitthvað æskilir. Mér finnst svona síðustu kosningabaráttur hafa verið skemmtilegri, ef ég á að segja alveg eins og er. Og bara meira tala pólitík og meira svona einhvern veginn tekist á málefni. En ég vorkenni mér ekki. Ég er borgarstjóri og ég bara er búin að vera að gera fullt af hlutum og bara nota tíman og hver dag sem ég fæ, sko. Þú varst með sendinefnd sem er í kosningaeftirliti. Já, rétt áðan og í morgun var ég að skrifa undir húsnæðis samninga við verkalýðshreyfinguna sem við samþykktum á mánudaginn og þannig að það er bara líka ágætt að geta bara verið í verkefnum. Ég hef verið að hlusta á þessu kappræður sem að eru kannski meiri sess núna heldur en oft áður. Og það er ekki annað hægt að segja en að það sé allir að reyna að koma í gegn málefni umræðu í gegn. Ég meina það er verið að reyna að ræða skólamálin en að sumuleyti þegar það loksins kemur til umræðu þá er þetta svo breytt út víðan völl að það eiginlega getur hver svara því sem hann vill, sko. Þú getur talað talmennafræðinga og þú getur talað myglu og bara talað það sem þú vilt, sko. Innflytjendur og íslensku og þannig að þegar að því kemur að það kemur í kappræðunar þá er umræðan svolítið eins og hún sé ekki hún hafi aldrei byrjað, sko. Mér finnst líka bara að þetta er svo mörg framboð að þú ert með alla 11 einhvern veginn til staðar. Við Líf vorum að hlusta á oddvitann okkar í vikunni og þá var bara einhvern veginn ein spurning og allir voru búin að svara og það var hálftími búinn og svo var önnur spurning og það var búinn klukkutími og við vorum henni bara, þannig að það er náttúrulega líka, sko, Við náttúrulega áhorfendur erum að hlusta á alla, við erum ekki bara að hlusta á okkar. En mér finnst þessi kosningabarátta hefur líka verið dálítið, finnst mér of mikið eitthvað svona viðbragð. Það er eitthvað svona viðbragð við einhverju tilteknu frekar en að færa fram einhverja framtíðarsýn. Við vitum auðvitað hvað svona í meginstefnu þessi flokkar standa fyrir, ég veit alveg hvað sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir og fólk hefur alveg hugmynd af því hvað vinstri menn vilja gera og hvað þeir leggja áherslu á. En það er enginn að ræða bara hvernig er Reykjavík eftir 50 ár, hvernig verður hún eftir 100 ár, hvernig ætlum við að búa í haginn fyrir komandi kynslóðir og svo framvegis. Þannig að ég sakna þess persónulega að ræða það ekki. Það sá maður svolítið, það var maskína sem að greindi hvaða kjósendur myndu helst vilja að flokkarnir væri að starfa og þá kemur í ljós að Reykjavík er klofin í hægri og vinstri. Já. Og sumuleyti er það bara þannig og það er maður sér það með hreyfingu á milli flokka. Ég meina þið ekki að sækja mikið í Samfylkinguna eða sósíalista, þið eru bara að sækja í flokkan í kringum ykkur og sama með vinstri, það er bara, þetta er bara tilfærslur. Tilfærslur innan svona blokka. Í því ástandi þá myndi maður ætla að vera einmitt auðveldar að ná fram svona hugmyndarlegri af hverju getur það ekki? Þú ert alltaf að þykist vera að tala pólitík.
Akkur náðu ekki betri í pólitíksum? Nei, sko, fyrst mér þessi kosningar bara allt og löng. Já. Mér finnst það bara eiginlega of langt. Ég vil bara hafa þessu í Danmörku, bara rúa þing og síðan bara kosningar í 2 og 3 vikur. En ég kenni líka ykkur fjölmiðlamann svolítið hvernig þessi umræða fer út víðan völl. Því ég get að gefa mönnum kost á að fara út víðan völl. Við erum að tala þetta núna og nákvæmlega þetta. Við sitjum hérna klukkutíma og dömum saman hlutin, sko. Já, mér finnst það bara ómarkvisst og hérna en ég meina, við auðvitað reynum að koma einhverjum sjónarmiðum á framfæri, við erum með bæklinga, göngum og hús og tölum við fólk og það kannski gagnast einhverjum. En Brynja, eitt af því að segja þetta, að við verðum hérna að velta fyrir okkur, ég með það hlýtur að vera kosið húsnæðismál, þannig við verðum að ná einhverju umræðum húsnæðismál. Já, það er alveg skýr á milli flokkana í því. Já, nei, málið er nefnilega það að við flýjum svona frekar yfir að fá svona sérfræðinga til þess að tala það, eða ég tala ekki skólamálin. Af því að ef maður er með fulltrúa flokkana þá koma þeir með einhverja svona talpunta hver frá sínum og þetta verður eitthvað svona gagg og maður, ef þú veist, erum við raunverulega að ræða skólamál eða erum við bara í einhverjum... Þetta er mjög takmörkuð umræða. Ég get alveg viðurkennt það. Þannig er þetta. Þú horfir bara á þetta líka í landsmálan, bara menntamál. Menntamál það bara segir eitthvað. Og svo koma hinn í brjálæðir og hérna segja að þú ert svo vitlaus og þú mátt ekki svona hafa skoðun, sko. Svo er bara umræðan döð. Og allt í einu kvarnast umræðum skólamálu það hvort að ég vera tölustöður eða bókstafir. Sem ég held að allir viti að það er ekki meginatriði máls. Alls ekki. Þetta er lögmál Parkinsons bara eins og alltaf, sko. Þetta er hérna, þú ert að fara að ræða kjarnorkuverið og þú ert bara að pæli hvernig hjólaskýlið eigi að líta út, sko. Þetta er aldrei þannig. Við erum hérna, okkur tekst aldrei að fara nægilega mikið á dýptina. Mér langar líka að segja að sko í öllum flokkum er alls konar þekking og reynsla og starfstitlar, þannig að sko það geta líka alveg verið sérfræðingar, þó ég sé stjórnmálamaður þá er ég líka grunnskólakennari og tel mig hafa sko ágætis þekkingu á skólamálum, menntamálum, þannig að hérna í flokkum búa líka til einhverju sérfræðingar sem að mættu þá jafnvel taka dálítið utan það sem þeir vita og fara á dýptina og reyna að kannski að snúa, það eru nokkrir umræðustjórar alltaf hérna í samfélaginu og mér finnst þeir vera oft bara að skrapa yfirborðið, sko. Þetta gerist nú einhverju leyti, sko, og þetta er svolítið að fjalla það sem þú kannski hefur einhverja þekkingu og reynslu á og þannig reyna stjórnmálamenn að gera líka. En þú hefur ekki alltaf bara kostað því, þú spurður líka með eitthvað annað. Já, og þetta eru þannig stjórnmál, þú veist, þeir sem að veljast í stjórnmálinu, þeir hafa skoðun öllu. Þetta er alltaf fínt að tala þetta, vegna þess að við erum náttúrulega á svona heimi sem er að breytast mikið og fjölmiðlarnir eru náttúrulega hörna og þeir þurfa að læra einhvern veginn að lifa við hérna netið og samskipti og það sama á við stjórnmálaflokkana og kannski eru þeir ekkert sérlega góðir. Þeir eru eitthvað bestir í auglýsingum eru mjög fínar þeir sem hafa efni á því. Mér finnst vandamálið að bara stjórnmálaflokkarnir eru orðnir og veikir, þeir finnst að það var margir. Það er engin stjórnmálaleg umræða innan þeirra, máttu það? Nei, heldur ekki, af því þeir eru svo veikir. Þetta eru svo margir og þetta eru svo fámennt og illa skipulagt og hérna, þá verður þetta ekkert alvöru flokka, staðið fyrir að hafa á stærri, þó sem misjöfn sjónarmið á milli, hafa á bara stærri og færri. Takið þið undir þetta í Vinstrinu sem er frægt fyrir að geta vakað sá vinnur sem að dugar í 7 tíma fund? Já, sko, mér finnst þróunin hafa verið dálítið að kjósendur eru ekki eins hliðhollir einum tilteknum flokki og áður. Það er mikið breyting. Og það er auðvitað tækifæri fyrir þá smærri flokka sem að ég get tekið undir margt sem að Brynjar er að segja hérna varðandi að þeir eru kannski aðeins svo margir vegna þess að þeir eru margir sömu megi með sömu áherslur. Og þá hugsa maður að því að nú er fjórflokkurinn orðið svona skammarirði eitthvað konar. Ég elska fjórflokki. Já, akkurat, ég heyri það. Og ég held að það megi til sannsvega að færa að ef þú ert að allir eigi að geta fundið sínum hugsjónum og svona aðhyllast einhverja stefnu innan fjögurra sko svona kröftugra stólpa eða eitthvað. En hérna, sko, ég bara vil nefna til dæmis eins og í mínum huga hafa Píratar aldrei verið annað en kratar, svo ég nefni það. Viðreisn er líka á einhvern hátt svona kratísku flokkur. En svo þetta skrítið, kjósendur eru frekar þar, en fórustan er frekar svona hægrisinnuð.
Einmitt. Eins og var reyndar með Píratana líka. Og það var líka áhugavert í alþingiskosningunum hérna, ekki núna síðast, heldur þar á undan, að fyrirverandi kjósendur Vinstri grænna fóru og kusu Viðreisn. Og það kom mér svolítið á óvart, sko. Þannig að ég held að við búum bara í breyttum heimi og við erum að aðlagast því og ekki kannski fara aftur í fjórflokkin en bara horfast í augu við, þú veist, já, það er okkar ábyrgð líka að skapa umræðu á dýptina og hérna vera, þú veist, eitthvað lýðræðislegt. Eitthvað geti aldrei verið að missa boltan alveg að því að það eru kosningar í Reykjavík. Jú. En þetta er nefnilega áhugavert að því þú ert fullur í samfélkingarnar sem hefur drauma ná mörgum ólíkum saman. Þú ert í vinstrinu sem er eiginlega að byrja upp á nýtt að reyna að gera það vinstra megin í samfélkinguna. Og þetta er náttúrulega aðal vandamál Sjálfstæðisflokksins að hann var breið fylking en núna er hvert tjald fyrir sig búið að Viðreisn býður fram sérstaklega og Miðflokkurinn sérstaklega og það vill ekki kannski þessa tjaldborg. En ef það er eins að segja þetta, þú mér hefur svelt svona vatninu þegar hún sagði að Viðreisn væri, nei, ég er grínast. En hérna, sko, ég er kannski ekki endilega á því að sko fjórflokkurinn sé málið og hérna, ég veit ekki hvort að sko fjöldi flokkana skipti máli. En ég held að sko stjórnmálflokkar, ég bara tek undir það með Brynjar, ég held að stjórnmálflokkar rosalega mikilvægir í lýðræði samfélagi. Að séu til flokkar, þar sem að þú getur komið bara inn á götunni og rætt hugmyndir og bollalagt. Og ég upplýði það þannig þegar ég byrjaði í stjórnmálum að hérna koma þarna inn og hitti fyllt af fólki og bara þegar þú ferð út að fundi í flokknuðinum og ert búin að skipta svolítið um skoðun, ert búin að sjá einhverja nýja hluti, sko, eitthvað í málinu sem þú varst ekki búin að átta það á. Það er svo gefandi og svo skemmtilegt og þú veist það er svona, og þú upplifir að þú tilheyrir einhverjum hóp sem að svona hefur sömu sín en svo erum við náttúrulega fólk með alls konar skoðanir og það er rosalega mikilvægt í stjórnmálflokkum að séu fjölbreyttar skoðanir að því að stjórnmálflokkar með einhverja eina rétta skoðun eru náttúrulega ekki flokkar. Það er engin ein rétt skoðun. Nei, sko. En ég meina ef að flokkurinn við höfum hana. Ef að flokkurinn er keyrður þannig að það má enginn vera ósammála þá er það ekki flokk af því þá færi fólk ekki að segja hvað því finnst. Þeir flokkar þrífast ekki að það er ekki einhver ósammála innan flokksins. Nei. En það er einhver grunnhugmyndur og hugmyndafræði og hugsjón sem tengir menn saman í flokki. Auðvitað eru menn sem ekki sammála hvort ég að gera þetta hérna eða virkja hér eða virkja þarna eða virkja ekki. Það er annað mál. Síðan bara kemur einhver niðurstaða ef við erum í meirihluta hvaða leið við erum farin og þá una menn því. Hvað heldur þú að ég oft verið ósammála búin að vera í ríkisstjórn alla minn þingferil? Heldur ég verið sammála? Það er ekki þannig. En við þurfum auðvitað, það er alveg rétt sem Heiða segir. Grundvöldu lýðræðisins eru alveg flokkar, sko. Annars bara getið gleymt því, sko. Mér finnst þetta hafa svolítið bara, stjórnmálflokkar hafa fengið svona einhvern vont orð á sig. Þetta er einhver pólitík og það sé miklu flottar að fá bara eitthvað nýtt fólk sem aldrei verið í stjórnmálflokk. Það lifir aldrei lengi og það klúrast allt saman. Það var eitthvað sæns. En ég bara segja, ég held að við þurfum að tala fallega stjórnmálflokka og ég bara, þú veist, Okkur vantar að það er endurreisa stjórnmálflokka. Það þarf að styrkja starf stjórnmálflokkan og samtalið. Stjórnmálflokka great again. Já, ég meina, þetta er ekki bara auglýsingar, auglýsingarnar með gætna að vera fallegar og við, þú veist, það er, ég held að allir flokkar þurfum við svolítið að taka þetta til sig. Það er samt trend og það var nýlega sænsk rannsókn sem sýndi fram á það að í gamla daga þá kaus í gamla daga sko, sjáðu þið nú til kannski fyrir svona 50-60 árum í gamla daga að þá kaus fólk frekar ófríða kalla í jakkafötum en núna virðist trendi vera að kjósa ungt og fallegt fólk. Þannig að til þess að vera í stjórnmálum þá þarf maður að vera ungur og fallegur. Þannig að tími minn er... Ég átti í stjórnmálum fyrir 50 árum. Hún er að segja tíma okkur sem liður. Tíma okkar er liður. Ok, takk fyrir þetta. Við verðum bara öll saman á múlakaffu. Ég veit ekki hvort þú viljið ræða þetta áfram en ég var ekkert með kenningu það að ríkisstuðningur við stjórnmálaflokkana hefði það sömurlítið ítt undir þetta. Fyrir þann tíma þá var forystaflokksins háð grasrótinni því hún kom með fjáröflum bæði með að safna peningum en líka við að vinna sjálfboðavinnu en þegar að peningarnir koma inn að ofan að þá neyðust fórustan til þess að kaupa þessa þjónustu af auglýsingarstofum okkur hinnu og þessu og þar leðandi þá mætti þú á fund hjá flokknum og þú skynjar það var ekki háður þér að mæta
Það er mjög langt samtal við Mærukært. Styrmi sem ég þarf ekkert að segja frá. Þetta var eitt af því sem hann sagði þegar hann hætti sér ístur á Morgunblaðinu, þá sá hann fyrir sér að hann fær inn í Valhöll og taki þátt í pólitísku starfi, en hann átti sér fljótlega á því að það vildi ekki hafa hann að það. Nei, Hann var bara sendur heim. ég hef stundu skrifað þetta sko, því að auðvitað, veist, þetta system gefur bara mönnum kost á því að vera með einsmannsflokk eða einsmálsflokk. Já. Og ég held að það gagnist engum til lengdar. Hvorki okkur íbúum nýja samfélaginu bara almennt. En auðvitað náttúrulega, þú þarft að ná ákveðnum fjölda atkvæða til þess að fá þetta framlag. Þú veist, það er bara það mjög þarf einhver lítið, að vera til í að kjósa þig og sjá þig fyrir sér og ég meina, ég held að þessi jákvætt að það eru margir öflugir stjórnmálflokkar. Ég held að 4 sé ekki endilega töfra talan. Því fleiri sem eru virkir í stjórnmálstarfi því betra. Held ég, því þá erum við meira að tala samfélagi okkar, við erum eitthvað fleiri góð samtöl, veist, ef að stjórnmálaflokkarnir virkilega væri þannig. Og ég veit ekki, ég þarf að hugsa þetta með ríkisstyrkjum, sko, en mér finnst líka mikilvægt að stjórnmálastarfi sé ekki, sko, einhvern veginn háð einhverjum fyrirtækjum, eða einhverjum, sem er að kaupa sér, einhverja, nú ekki að segja að það endilega hafi verið þannig, en það er þessi hætta, sko. Við sáum það í Bandaríkjunum, bara búið að eyðileggja bandarísk stjórnmál. Já, af því þú getur þá ekki einhvern veginn fyrir að andmæla þeim sem er litið fá fjármagnið. En það er einhver lína á milli. Það er lýðræðisvisla að núna koma stjórnmálaflokkarnir og stilla sér saman. Framöndan. En það sem er alltaf sagt um Brynjari flókir. fannst kosningabaráttan löng. Þá ættu líklega að telja með svona val á listum og Já, þetta er búið að vera núna alveg hvað í 6 vikur, eða ekki. Menn eru að endurtaka sig bara. Þetta er bara meira með endurtekningar í mínum ára. Ég veist þetta búið að vera síðan í janúar, sko. Já, mér líður líka þannig. Og ég allavega svona, ég er orðið mjög lúinn, sko. Kannski að því það fullorðin. Já. Vist orðið gott. Ert þú sendur við það? Hann er alltaf á múlakaffi. Ég er sendur víða, aðalega það sem mikið er að eldra fólki. Nei, auðvitað fer ég víða bara. Ég hef bara áhuga á fólki og ég fer að það er svona ýmsir hópar sem ég byrja sérstaklega um mig. Sem haldið þessi skemmtilegu, sko, svo komast það að því að það er ekki. Og þannig að ég mæti víða og mér finnst það miklu svona skemmtilega bara að hitta fólk. Heldur en að tala við í síma. Ég get náð á hálftíma 100 manns, en það tekur 3 daga að hringja 100 manns. Þannig að mér finnst þetta svona betra og segja bara fyrir hvað ég stend, hvað ég er að hugsa, hvernig ég er. Skiptir þetta máli að hitta kjósendur? Hefur það áhrif á kjósendur? Ég held það. Það er mest. Það er bara upplifa að þú hafir einhvern áhuga á þeim. Því að stjórnmál snúast meira minna það að fólk upplifi það að þú hafir yfir einhvern áhuga á þeim og vilja gera eitthvað. Á ekki að fara að kjósa stefnu í Jú, en þetta er ekki svo einfalt. Þau þekkja þetta kannski stefnuna aðalatriðum. En það er að ná þessum tengslu við fólk. Þannig að fólk upplifi bara þetta. Það er einfalda hlut. Hefur einhvern áhuga á mér yfir höfuð vinnu? Og svara spurningum, oft er þetta svona eitthvað svona, sem kannski stendur ekki alveg í bæklingunum, sem fólk sko brennur á fólki. Og ég meina við þekkjum það getur verið sko bara hreinsun tjarnarinnar eða bílastæði. Ég er svona ekki að taka það sko. Það getur verið hvað sem er. Það fjöldi máva, bara brennisteinsmengun eða það getur verið svona eitthvað eitt sem bara er alveg óbáslega mikilvægt fyrir þig sem ég búið í Reykjavík og þú vilt bara hitta frambjóðanda sem getur sagt í sína skoðun á þessu. Fólk hefur skoðun á því hvaða tré eru gróðusett í Reykjavík til dæmis og bara það er ýmislegt. Við stoppum samt ekki nýjan flokk tré. Nei, ég veit það, en þú veist, fyrir það fólk að hitta frambjóðanda getur rætt aðeins um þetta við hann, jáfnvel þó að, já. En þetta eru skemmtilegustu samtali. Já, mér finnst þetta. Sumir segja að nú er ekki þverfóta fyrir frambjóðendum og múlakaffi til dæmis. En svo þegar það búið að kjósa, að þá faraði bara eitthvað allt annað, sko. Sérst ekki næst eftir 4 ár. Ekki ég. Ég kem áfram í múlakaffi, ég kem áfram á svona alls konar samkomur og tala endalaust, þó ég sé ekki til frambúði. Nei, en ég held að við þurfum að gera þetta á næsta kjörtímabili, við sem að komumst í borgarstjórn, að vera í þessu samtali sem oft gerist bara rétt fyrir kosningar. Að taka þetta samtal við, þú veist, siglingafélagið og við, þú veist. Við þurfum að nenna því að tala við kjósendur allt kjörtímabili. En á ég að segja ykkur sem að við erum nú reynt stjórnmálafólk. Ég hef heyrt þetta í aðdraganda kosninga alltaf og líka þegar á að fara að mynda ríkisstjórn. Svo ríkisstjórn alltaf hafa einhvern veginn betra sambandið þingið og hún alltaf að vera opnari og líðræðislegri. Þetta gerist aldrei, sko. Það er bara þegar fætingurum byrjar að þá eru ristir múrarnir. Ég meina, Ráðhúsið verið gagnrýnt fyrir þetta, meirihluti svona hleypi minnihlutunum ekkert að. Þingið er alltaf svona. Já, þetta er alltaf verið svona. Það er nú bara væl. En þetta er sko, ég held að mér langar rosa mikið aðeins að leggjast í þetta á næsta kjörtímabilið mitt, vegna þess að við erum í rauninni ofboðslega aðgengileg.
á Íslandi. Stjórnmálamenn, borgarstjóri hérna bara í Sundi, í Laugardalnum og fótboltavöllum og skiljum við erum út allt og við erum frekar sýnilega borgarfulltrúar í okkar samfélagi með önnur lönd, skiljiði og ég meina við erum núna, fórum í öll hverfin, vorum með opna fundi, við veitum fóreldrafjöl en samt einhvern veginn upplifir fólk ekki að við séum hana og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að ræða, held ég bara borgarstjórn í heild af því að allir sem að koma inn í borgarstjórn hafa áhuga á því að gera samfélagi betra við erum alltaf mismunandi skoðanir á því hvernig það er að gera það og ég held einhvern veginn að við þurfum, ég veit að Akureyri er búin að vera að gera þetta þannig að það eru nokkri, það eru svona opni viðtalstímar og það koma einhverju bæjarfulltrúar bara frá mismunandi flokkum, meira og minni hluta og sest niður með einhverju fólki. Ég held að það gæti verið alls konar eitthvað sem við þurfum bara að prófa. Mín tilfinning er svo að borgarfulltrúar þurfa að mynda betur, vera traust sín á milli í ólíku flokkum. Já. Því við erum auðvitað öll að vinna einhverju sameilu. Það er eina sem stjórnmálum byggja á það traust. Það er traust á milli aðila. Já, það skiptir svo miklu máli. Ef það gerist ekki, þá verður þetta eintómt harðlífi, allt kjörtímabili. Þess vegna gott við myndaðum að 5 flokka meiri hluta, því að það var traust á milli flokks. Já, en þið hafi líka minni hluta og þetta er þessi ákveðin kunst að segja, heyrðu, við erum ná einhverju svona traust á milli fólks. Sem eru í minni hluta og meiri hluta. Við erum komin hérna saman. En kannski ég bara með einhver útópíu. Við erum komin hérna saman til þess að vinna málefni Reykjavíkurborgar, til þess að styrkja hann og efla og reynum að halda fókusinu í því. Við erum ekki komin hingað fram til þess að ná einhverju fyrirsögn í mokkanum á morgun. Nei, við gerum þetta samt oft í nefndunum því að meiri hluti starfsborgarfulltrúa, fólk heldur þetta sé bara einhverju 2 fundir og ég bara fyrirgefðu Brynjar ef þú hélst það 2 fundir í mánuði. Nei, ég veit alveg þetta er svo líka á þinginu sko. Já, ég veit það. En fólk hefur komað inn og verið bara, er þetta svona mikil vinna? Það kannski kemur mörgum óvart, en við erum alltaf öll í einhverjum 3 nefndum og þær funda vikulega eða hálfsmánaðarlega og þar eru allir að vinna saman og mér hefur alveg fundist okkur oft takast vel þar. Svo leiðóttur á því opinbert að þá einhvern veginn allar svona stefnur Reykjavíkurborgar, þau eru alltaf unnar svona þvert á. Það er alltaf fólk úr öllum svo stefna sem þú tekur fyrir Reykjavíkurborg hvernig... Svo hlaupa menn frá henni eins og með leikskólanna og fleira. Já, stundum gerist það líka, en það er þá... Þegar það er að líða kosningum. Já, kannski það, svolítið. Nei, ég er bara að segja eitthvað sem ég hef ekki vita á, sko, þetta er bara mín upplifun, að þurfa að bæta þetta, sko. Ég er alveg sammála því. Það er einn munur á þinginu og borgarstjórn að sko hinn vettvangur fyrir almenna pólitíska umræðu er töluverður á þinginu. Já. Þú getur meiri segja bara óska eftir því, eða ekki? Já. Það er nú að þau vilja að við ræðum um húsnæðismál. Já, það er oft gert. Gæti náði í gegn. Já, það er oft gert. Borgarstjórnarfundirnir eru svona halvleiti afgreiðslafundir, alltaf bundnir og eru bara aðra hverja viku. Sá vettvangur er ekkert sérlega stór eða öflugur eða... Ég er ekkert að leggja til að efla hann, sko. Nei, sko, ég hef rætt þetta við fólk sem hefur verið, lengur heldur en ég og það var líka einhvern veginn meira sagt frá því sem gerðist. Já. Núna í rauninni þarftu bara að vera verulegur dóni til þess að komast í fréttir líka. Skiljið þið, það er bara... Við konum það alveg, sko. Já, en ég meina, þú þarft að vera að ágreða eitthvað alveg stórkostlegt. Hjóla í eitthvað. Já, eitthvað. Ulla á einhvern, þá kemist í fréttir. Það var að lokum fundi, það er trúnaðarbrot að greina frá því. Ég er að segja að það er svona, það er pínu, ég veit ekki alveg, að því að þetta skiptir okkur Íslendinga svo miklu máli hvað gerist í Reykjavík. Ég meina, við erum svo stór partur af Íslandi og það sem við erum að ákveða hefur oft svo mikil markandi áhrif á bara ríki og hérna þannig að mér finnst ofta svona mætti fylgjast meira með því sem þarna er að gerast og ég held að vera hollt fyrir okkur. Eitt merki þess að pólitíkin er veik að þá snýst meira af umræðinu tæknilega atriði. Er það ekki líklega? Ég var að hlusta á oddvita umræður og þá var einn liðurinn skipulagið á Suðurlandsbraut. Hvort þetta að vera 2 akreinar, 1 akrein og hvar hjólakrein þetta koma, hvort þetta eru í miðjunni, allir með hvort þetta eru að bílastæð og hús og hvað það er þetta, ég bara spyr, ég er ekki að gagnrýna því að stundum er þannig að það er mjög gott að tala pólitík út frá einhverju konkrétt málum. Þannig að þá mun að kristallast í umræðinum Suðurlandsbraut, hver er munurinn á hægri og vinstri, en ég náði ekki út af þessu umræðu. Nei, ég held að það sé nú ekki þannig hægri og vinstri, þetta er auðvitað mikil svona sérfræði vinna
og svo voru einhverjir sem voru að tala líka, ef þú varst að hlusta sem kappræður ég og svo voru að segja að þeir eru að taka upp samgöngusáttmála því voru ekki sáttir við Suðurlandsbraut sem náttúrulega engan veginn hluti af samgöngusáttmálanum. Þetta bara deiliskipulag í Reykjavík sem hefur verið að vinna með vegagerðinni. Þú veist, þannig að það eitthvað sem bara mannanna verk og auðvitað við hafa skoðanir á því en ég held samt að ef við stjórnmálfólk hverju nú að hanna alla götur og svona þá getur þetta kannski farið í smá vitleysu sko. Nei, en hugmyndafræðin upplag kemur eitthvað stað frá. Já. En ég meina það eftir ákvað hvernig það á að vera. En hún kemur ekki úr Suðurlandsbraut afhjúpa eitthvað muni og hugmyndafræði? Nei, ekki endilega Suðurlandsbraut sérstaklega, en ég er bara að segja það að það er auðvitað hugmyndafræðin því auðvitað hvernig við byggjum upp borgina, hvort við erum með séreignarfyrirkomulagi húsnæði, hvort að við ætlum að þrengja bílnum og hvort við ætlum að hafa lestir eða eitthvað hvernig við ætlum að borgarfyrirtæki sum má alveg örugglega gera það en það er pólitísk hugmyndafræði hvort að við eigum að standa í einhverju samkeppnisrekstri eða ekki það er auðvitað alvöru pólitísk umræða og ég er bara þannig gerður og þess vegna ég sem flokki að ég vil ekki taka þátt í áhætturekstri en ef ég hef einangur þá er ég alveg tilbúin að vera áfram með hana sko. En þetta er bara munurinn kannski sem speglast í ýmsu sem gert og það er alltaf að takast á það. En á þetta við Suðurlandsbrautina? Ekki svo mikið, en ég meina... Suðurlandi fannst mér þessi umræða vera, þetta hljómar svona menningarstríðsumræða. Já, pólitíkin er oft menningarstríð líka. Þetta væri svona, ég er í liði með einkabílnum, Nei, ég meina, þegar ég er höfnum þá er ég bara að horfa á íbúana, hvað vilja þeir, hvernig sjá þeir þetta fyrir sig? Það er eiginlega engin íbúi við Suðurlandsbraut. Nei, í borginni sko. Þeir þurfa að sækja þjónustu og það eru hérna fjöldi fyrirtækjum, það starfa hérna 2000 okkar manns og það þetta er auðvitað ekkert einfalt, þetta er alveg rétt, þetta er deiliskipulagsmál. Ég ætla ekki að taka upp samgöngusáttmála bara einhvern veginn, hann er til staðar. Þetta er kannski spurning forgangsröðun og breytingar á deiliskipulagi sem við erum að deilum. Já, það er bara okkar hlutur. En hefur ekki 8. þingmaður nærri því að segja alltaf að taka upp, hefur ekki bara sagt það? Já, hún hefur talað um endurskoðun, það er að segja það, þá er það fyrst og fremst forgangsröðun og hvernig förum í samgöngumannvirki fyrst og ljósastýringuna og svo skulum við sjá hvernig eflum við almenningssamgöngunar, sérakreinar það sem hægt er að hafa. En þetta er auðvitað deilt en mér finnst allt í lagi og en það sem ég er að hugsa í framtíð ef ég ætla að vera hérna inni að það er ekkert að unni með öllum og ég gæti gert það á þinginu þá get ég örugglega gert það þarna og örugglega geta þau leinbeitt mér eitt og annað sem ég veit ekkert og get samt verið að röflum hafa skoðun á eins og eðl okkar allar hafa skoðun eitthvað líka þau sem ekki vita á og þá bara breytir maður að skoðun þegar maður fær einhverja upplýsingar þetta er nú ekki flókið í mínu lífi Nei, ég held þetta sé alveg rétt, þetta er bara úrlausnarefni sem við þurfum bara að finna út úr og ég meina íbúarnir hafa ekki viljað við fyrir lengra inn í dalinn þá þurfum við að koma allir í þessari umferð Það er líka kostnaðarsamara og þú veist, við hljótum bara að finna út úr því Það er svona hallið hana nefnilega og miklu kostnaðarsamari framkvæmd að fara hana inn í dalinn En ég lærði það nú á þinginu því meira sem menn töluðu saman þá fann maður hafa minni munur á milli manna En þetta er Við trúum því hérna við Rauðaborðið að við erum í linnulausu samtali En Suðurlandsbrautin var gerð að sérstöku kosningamáli fyrir þessar kosningar það liggur alveg fyrir og það eru oft þessi mál sem eru þó tekin og þeim lyft einhvern veginn upp alveg sem við sem bara í tveimur hópum og mikil polarisering þegar staðreyndin er sú að við viljum öll bæta almenningssamgöngur Ég held að sé enginn á móti borgarlínu eða sem sagt vögnum á sérakreinum sem maður getur reitt sig á og koma á 4 til 7 mínútna fresti og fleira, hvernig sem það er, af því að við þurfum að bregðast við því. Suðurlandsbrautin, ég reyndar afgreiddina ekki frá mér úr mínu ráði, af því að ég bara, mér þykir vænt þetta verkefni til þess að setja allt í uppnám og að flokkar sig að mála sig út í horn, út af ykkur sem er í rauninni praktískt mál, deiliskipulagsmál þannig að þið megið þakka mér fyrir það það var ekki afgreitt Suðurlandsbrautina Við græðum ekkert á því að fara inn í kosninga með einhver mál ágreitt í einhverju ágreiningi Nei, alls ekki, það er ekki gott en það er alltaf svona, rétt fyrir kosningar þá þyknar alltaf í einhverjum og sjá pólitískan leik á borðinu og notfæra sér og það hefur alltaf verið þannig og Suðurlandsbrautin er eitt af þeim Það er líka þrenging á henni núna þannig að það er einhverjir sem eru pirraðir að keyra þar
fyrir veitur sem eru að endurnýja lagnir út á Góður uppbyggingu. Það allt annað. Góður jarðvegur fyrir gremju. Það hefði alveg verið frábært fyrir að Já, en gera oft verða svo skrýtnar upplýsingar og rangar skilur sem ruggla umræðina. En það halda náttúrulega allir að Reykjavíkurborg sé bara að skipulegja allt saman, sko. Það er náttúrulega... Þetta með 6 sveitafélögum og ríkinu, 3 ráðuneytum. Já, og veitur við stjórnum þeim ekki svo Já, glætt. en skipulagsmálinu auðvitað hérna í hverju sveitafélagi við sig, sko. Já, algjörlega. Og það sem deilt um. Ég held að þetta verði ekki svona flóki eftir kosningar. Ég veit að ég ætti að segja það og segja öllum að hræðast hægrið og allt þetta. Ég held bara að fólk almennt þegar kemur inn og ég man bara eftir síðustu kosningar að Ásdís til dæmis í Kópavogi var mjög yfirlýsing glöð þetta væri allt saman ruglu eitthvað svona og svo settu hún sig bara inn í þetta og flestir sem hafa skoðað þetta sjá að þetta er raunhæfasti kosturinn til þess að koma sem flestum á milli staða bjóða upp á þannan valkost. Það er áreiðandi að við leggjum á stað leiðina. Og búið að liggja fyrir síðan 2015 þegar við endurskoðum svæðiskipulag og höfuðborgarsvæðisins. Fyrir þá sem elska bíluna sína, það er bara líka mjög mikilvægt. Þannig að aðrir geti þetta er nú deilt, sko. Annað sem það kemur kannski frá hægri líka, því að hægri var nú að gagnrýna Suðurlandsvöllina. Það er að rekstur Reykjavíkurborgar sé í mólum, að það er enn eitt dæmi það aldrei að treysta vinstrimönnum fyrir heftinu. Þetta er nú verið haldið fram í valöld áratugum. Svo lengi sé ég mann. Já, og meira sér eftir hrun þegar hægrimenn settu Ísland á hausinn. Hægrimenn settu ekki Ísland á hausinn. Hægrimenn björguðu Íslandi eftir kreppuna. Það voru vinstri græn. Þetta hefur verið deilt. Já. Og sömuleitt er þetta svona líka mál sem hæfir ekki alveg svona þessum kappræðum. Af því að við sittum heima og við höfum eiginlega enga möguleika á því að meta hvað er satt og hvað er logið. Sumstaðar sér það bara á fólki. Sumstaðar eru svo hent inn í eitthvað svona eins og ríkisendurskoðun eða eitthvað sem kemur bara með yfirlit. Það er þessi í Bretlandi. Fjárlögin eru sett svona og ég held að það sé líka við hérna London og eitthvað fleira. Það sem kemur bara óháð stofnun og gefur bara eitthvað... Þetta liggur allt fyrir. Ég meina Hagstofan gefur þetta alltaf bara út og hvernig þetta er. Sambandíslu sveitafélag er bara með fínt yfirlit og þar sé stöða. Það er bara einhver pólitísk, einhver slagur, sko. Ég veit ekki, Reykjavíkurborg er bara mjög sterkt sveitafélag, eigna mikið. Já, þetta er sterkt sveitafélag. Og við erum með, skuldahlutfalli okkar er 80%. Skuldahlutfalli okkar er svipað og flestar annara og jafnvel skárið en sumra. Meira velti fyrir en það breyti því ekki að þetta var miklu sterkara áður, höfuðborgin. Þannig að þetta hefur breyst svo síðust 10 árum, sérstaklega eftir 2018. Já, ég meina við fórum alltaf út í það bara síðustu 10 árum að borga til stoppframlög, fara í mikla uppbyggingu með verkalýðshreyfingunni. Við erum búin að borga 10 milljarða inn í stoppframlög. Þannig að við erum að fjárfesta í húsnæði með þeim sem er að gera það fyrir tekjulegri. Þú getur alveg sleppt því og þá áttu það eina bók. Þú veist, það er mikið af ákvörðun sem þú tekur í félagslegri þjónustu og öðru sem að Reykjavíkurborg hefur tekið og við erum stolt af. Já, það er ákvörðun hversu góða þær eru, sko. Já, en ég meina að Kópavogur hefur borgað 0 krónur í stoppframlög. Það er engar íbúðir sem hafa byggst upp þar, næst stærsta sveitafélagið. Ég meina þó þeir sem er lægra skuldahlutfall, þá segir það líka ákveðnu sögu og ég meina ef við ætlum að búa hérna saman öll í þessu samfélagi, þá verða allir einhvern veginn að geta á teim einhvers staðar og við erum mismunandi, ferðast með mismunandi hætti og sveitafélag sem er ekki að taka til til þess, það er þetta bara... En heiða sem ég er bara að segja, ef þetta heldur áfram eins og þetta hefur verið undanfinn 10 ár, þá endur við öngstætti. Þá endur við algjör öngstætti. Nei, ég meina við höfum verið að fara, við höfum verið að þróast aftur. Þannig við verðum að bregðast við þessu. Þessi staða getur ekki haldið áfram. Hverju verður að bregðast við? Er þetta ekki þannig í ríkis, opinberum rekstri, að þú mátt ekki safna skuldum út af venjulegu rekstri, það er klórulust. En þú getur tekið skuldir til þess að fjárfesta sem að mun efla samfélagið, sem mun færa þess að tekið. Það eru við alltaf að gera. Það er gríðarlega mikil fjárfesting líka í Reykjavík. Við erum að fjárfesta 24 milljarða. Það er alveg sjálfsagt að greiða þau hraða niður, það er ekki það. En þú veist, það er bara mikið að vera í Reykjavík, hún er á blúsandi siglingu, það er mikið fjárfest. Hún er ekki á blúsandi siglingu, það er ekki gesti í umferðarmannvirkjum í 20 ár sem heiti getur. Ég veit ekki hvaða blúsandi, svo er verið að hækka verð að venjulega húsnæðiskaupendum til þess að fara í þessa ídöndir verkefnisfélögum til þess að fá fólk á sig að þetta er glórulega stefni í mínum 10 kílómetra af hjólastígum. Já, það er jánaðarlega. Það er ekki allt vonlust en það er gert. Það er bara ekki þannig. Og enda hefði það verið kraftað ekki að verið allt. En ég er bara að segja að þetta er ekkert sem að bæta eitt niður neitt og svo þetta er auðvitað kostnað borgarbúa allt þetta byggsir í með verkefnisfélöguna Það móti að byggja félagslegt húsnæðiskerfi?
Þetta ekkit félagslegt. Þetta bara verið að niðurgreiða fyrir þá sem í þessum félugum. Þetta ekki hluta félagsþjónustunni, sko. Eins og var gert við uppbyggingu félagslega kerfinu sem að sjálfstæðismenn reyndar... Nei, það allt annað kerfi. Eins og hefur verið gert við félagslega íbúðakerfi alls þar í heiminum. Bjarg hefur ekkert með félagslega íbúðakerfi að gera. Markaðurinn aldrei skaffað hennu fátæku. Nei, ég ekki að móti félagslega kerfinu. Nei, þetta ekki hluta því. Bjarg? Nei. Bjarg ekki hluta félagslega kerfinu. Ég myndi segja það. Myndur þú segja það? Það fyrir tekjur. Nei, þú getur ekkert myndi segja það. Þetta það ekkert. Það verið að láta aðra niðurgreiða þetta húsnæði. Þetta óhagnaðardrifið húsnæði. Óhagnaðardrifið með 30 milljarða eigið fé. Já, það ekki arður sem að þessi félög greiða sér. Þarna kemur þessi ágreiningur sem að er mjög gott að fá fram. Félagsbústaður er meira heldur en 30 milljarða eigið fé. Já, það þó félagslega kerfið. En þetta ekki. Svo kemur bara hérna og þú leigir hérna. Það skiptir engu máli hvað tekið þú hefur, sko. Jú. Ekki nema þú kaupir. Nei, það rekur fólki þarna út? Nei, þú gerir það ekki. Ekki einu sinni í félagskerfinu. Ég veit ekkert hvað Bjarg en ég veit að Bjarg er að sinna nákvæmlega sama tekjuhóp og félagslega, við erum að gera gegnum félagsbústaði og ég veit að Bjarg, eftir að Bjarg kom inn þá eru mun færri sem eru að leitast eftir íbúðum hjá félagsbústöðum. Þannig að mörguleiti bara mjög hagkvæmt fyrir borgina að standa með Bjargi í þessari uppbyggingu og Brynju sem er að byggja fyrir fyrir öryrkja og samtökum eldra fólk sem er að byggja af því að ef þeir eru að byggja fyrir tekjulegra fólk það skiptir okkur bara máli. Ég meina það er 70% af húsnæði í borginni eignahúsnæði og það eru 30% af fólki á leigumarkaði og það er bara mjög ótryggur og óöruggur markaður og við erum að fá könnun eftir könnun sem sýnir að fólk sem er á leigumarkaði það á ekki fyrir útgjöldunum sínum, það hefur það verst, það býr við mest óöryggi. Mér finnst það bara að skilda okkar í stjórnmálunum. Að reyna að búa til samfélag þar sem að fólk sem er með lægri tekjur getur búið bara í húsnæðisöryggi. Mér líður þess að skilna það bara. Nei, af því við tókum þetta síðasta mánudag og sjálfstæðisflokkurinn var á móti þessu. Fólk með meðaltekjur kemst ekki inn á íbúðamarkað. Nei, það er nú ekki rétt. Er ekki helsti vandi sá að þeir sem eru lágartekjur er að verja kannski 70-80% ráðstöfunarfé sínu í húsnæðiskostnað? Nei. Er það ekki stærsta vandamál? Þá maður ekki að byrja að gera við það sem mest er að? Jú, sko, meðaltekjur í dag er kannski 800 krónur. Það ekki. Það kom bara, það er rúmlega 8. Það er ekki til húsnæði fyrir þetta fólk. Það er ekki markaður á húsnæði fyrir þetta fólk. Viltu ekki byrja á því að finna húsnæði fyrir það innan fátæku? Jú, félagsþjónustan á að sjá það. Ef við værum með alvöru markað hér og værum ekki að sýsla með almannafé til að hækka almenna markaðinn til að geta gert þetta, þá kæmust þessir líka í húsnæði á venjulegum markaði. Það er það sem ég er að segja. Sko það er einhver hugsanavilla þarna hjá Brynjari að þetta sé að þetta sé eitthvað að koma í veg fyrir það eða hækka húsnæði fyrir aðra og ég bara benda á Kópavog enn og aftur. Skoðið bara gatnagerðargjöld í Kópavog og Reykjavík, skoðið byggingaréttargjöld í Kópavog og Reykjavík, skoðið húsnæðisverð í Kópavog og Reykjavík. Þeir eru ekki að borga neitt í þetta. Það er ekkert ódýrar íbúðar þar. Þeir eru með lægri fasteignaskatta. Ég meina, þú veist, þú vorst ekki að tala um það. Þetta bara munar allt. Þetta er eitt sem er vandræðin við það sem Sjálfstæðisflokkurinn svolítið haldið fram að öll húsnæðiseklan sé Reykjavíkurborg að kenna og þeir útluti ekki lóðir. Ef svo væri, að þá væri alveg blússandi uppbygging og hræjódýrt og gott og örugt húsnæði í þessum sveitafélögum sem að þið stýrið. Eins og Seltjarnarnesi, það er ekki. Nei, það er ekki eins og hægt að byggja. Það er ekki land, sko. Hafnað fyrir 1 ári þá fækkar það. Svo hefur þessi sveitafélög kringum eitthvað ekki fengið út af vaxtamörkunum að ryðja nýtt land. Þannig að það eru skýringar á þessu öllu saman. Og þegar við tökum svona markan alþjóðasambandi og látum skattgreiðendur borga þeir Reykjavík og þannig að kom ekki íbúðar á markað sem venjulegt fólk getur keypt, þá lendum við enn meiri vandamálum heldur en við ætlum að leysa. Það er mín skoðun. En við vorum að koma með frábæra hugmynd við Líf og erum búin að setja það í gang og ekki bara við Líf, heldur samstarfsflokkarnir sem hafa verið meirihluta núna. Leið til þess að byggja upp nýtt hverfi upp í höllunum og við vorum að reyna að finna leið til þess einmitt að minnka þennan fjármagnskostnað við uppbyggingu húsnæðis vegna þess að fólk þarf að það er svo dýrt á Íslandi með svona háa vexti og svo verðbólgu. Það er það sem fyrst og fremst er að hækka húsnæðisverðið. Þannig að við erum að reyna að finna leið núna. Já, og ég reyna að kenna ykkur þetta háa vexti og verðbólgu. Já, það er... Já. Þú getur kennt okkur ýmislegt. En ég þess að segja ykkur frá því að þarna erum við þá að reyna að búa til og fara í svona samkeppnisviðræður þannig að við fáum inn aðila sem eru
tilbúinir að deiliskipuleggja með ég hef okkur átt og samtal þurfi við- ekki að borga okkur þessi gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld Og strax. innviðina. Heldur skil okkur í innviðunum Já. tilbaka og ég held að þá þarfst ekki að leggja eins mikið út, þú þarfst ekki að taka lán fyrir einhverju í jafn langan tíma og við erum að vonast til þess Við að ætlum þetta alltaf að muni reyna að skila leysa sér. allt í Ertu ekki ánægð með stjórnmálum. þetta? Nei, við erum alltaf að reyna að leysa allt í stjórnmálum. Er Ég talaði byggingameistari og segi bara, heyrðu, við vitum hvað fólk getur keypt, hvað má kosta og hvað getur, við þurfum bara að lóða þetta á eðlilegu verði. Það er vandinn og það hefur ekki verið af því að við í borginni erum alltaf að dýrikera hvernig það á að vera, hvar þetta á að vera og það verður að þétta og það er íbúð sem enginn kaupir og svo framvegis. hvernig er hægt að Þetta er bara tryggja það? vandamálið sem stundur En framfyrir. hvernig Okkur er hefur hægt að samt tryggja fjölgað um það? 10.000. Ja, hvernig er hægt að tryggja það? Stuttum Þú tíma. hérna ferði í lóðaúthlutanir og það er bara frábært að Reykjavíkurborg skuli gera það, af því að það eru líka tekið fyrir borgina að selja lóðir, vissulega, og það er einhverjir sem að bjóða í það. Hvernig getum við tryggt það að það húsnæði hækki ekki upp úr öllu valdi? Jú, tryggt það. Nei, við getum ekki tryggt það, er það? Jú, þá er bara En einhver ég mark. meina ef að þú, ég vil stýra Þeir eru ekki að fara að byggja hús sem enginn getur keypt. Segja eins og svo að við bara lækkum verði, Nei, þannig að þú getur fengið ódýra lóðir. þeir eru svo vinstri sinni og Ég þeir eru held haldið samt- ennþá að setja stýra svolítið saman. Ég held samt að Þeir byggja að það ekki skili hús sér ef það er ekki ekki til kaupandi íbúa, að sko. þeim. Þeir byggja ekki hús ef það er ekki kaupandi En að af þeim. hverju Brynja, þeir eru að byggt hellingahús Nei, það er af því að það er verið að stjórna hvernig þeir með byggja. Nei, Ég þarf að þetta fara á eru... heilu höllunum. Mér Já, byrju, af hverju eru það? Herðu, mér langar líka að nefna það að byrju, það hvað er eru... það? Mér langar Nei. líka að nefna það og þetta er rétt hjá mér, Brynjar, að það eru eignalóðir hér sem að eigendur biðja um einhverja tiltekna uppbyggingu í samræmi við deiliskipulag eða því að breyta eða hvernig sem það er. Og það eru meðal annars uppbygging sem að þið í Sjálfstæðisflokknum eru það gagnrýna. Hérna er svo ljótt að kaupi þetta enginn, þetta er svo dýrt. Það hefur enginn Ekki benda mig í þessu, sko. Nei, ég veit það, en þú ert hér í Bara í kringum forsvæði fyrir Valhöll, þinn flokk. þetta er bara- Þannig að mér langar bara Það líka að er halda því kannski til besta að... dæmi, Brynja. Það Já, er byggðin í kringum Valhöll. Valhöll. Það er alveg á ykkar vegum. Það voru svo Við erum þétt. kringum Valhöll. Rosa Er þér. það okkar Já, lög? Það er bara byggt á lóðinni Þetta er ykkar. lóð sem að þið Þetta er ekki eignalóð. Þetta er ykkar lóð, þetta var ykkar Jú, lóð. þetta var Jú, 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 jú. Sjálfstæðisflokkurinn. Ég meina, Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn Þetta er bara hluta einhverju sett deilu. byggingarétt fyrir sko 650 Jú, miljónir. en það breytir því, Sweet deal. en það breytir ekki, þetta er deiluskipulag borgarinnar. Þetta er ekki Nei, við ákveðum nei, mikið. þetta er Við eigandi- ákveðum hvernig hús væru þetta. Og hvernig En íbúðir eigandi væru. lóðarinnar Sjálfstæðisflokksins. bað um þetta og fekk þetta. Og ég meina, voru íbúðirnar Og ódýrar ekkert þar? því til fyrirstöðu, nei, Ég- heldur betur ekki. Ég held alltaf að gamli sjálfstæðismenn myndu vilja búa þarna svona eins og Nei, í KR-blokkinni. sko ég vil bara fá að búa í mínu hlíðum. Ég býð í hverfi sem vinstri miðil til 78 skipulagi Já, frábært hverju. og ég horfi inn um setnum við klukkaði nágrannanum, en allt í lagi. Milli lífs og dauða. Já. Já. En Já. Það er svona, það er ég ekki allt veist. ómur. Ég er bara að segja það að mér finnst að við höfum bara að klúra þessu og ég veit ekki hvað er þetta að snúa mikið tilbaki En í því. hverju sérstaklega er búið að klúra? Sko, Hvað er stóra klúðrið? Ég held að stóra- Það er klúður Já, sem er ég húsnæðis vil bara vita ástandið hvað er á stóra Íslandi. klúðrið og er klúðrið allstaðar. Það virðist stundum í umræðinni vera að það sé bara allt glatað. Og Ég held að þetta er allt. ég held að það að verkamannabústaðkerfið var lagt niður er stóra klúðrið og við sitjum ennþá uppi með þá skuld. Já. Og við erum ennþá með sko einhver 15% af íbúðunum okkar sem að búa bara við mjög erfiðar aðstæður, ótryggum leigumarkaði, ótryggt heimili og við Lágar skuldum þeim að einhvern veginn ná betur Og utan. það er veldur samfélagslegum skaða. Það veldur samfélagslegum skaða. Það er allt og mikill húsnæðiskostnaður sem er veldur því að það eru börn að alast upp við lakari kjör og minni valkosti heldur við myndum kjósa því að við eigum að sömuleita þessi börn með þeim sem að þetta er framtíðin okkar líka. Við eigum öll þessi börn. Þannig að þetta er mikið vandamál bara í Reykjavík og á Íslandi að húsnæðismarkaðurinn, hann virkar illa, hann skaffar ekki almenningi ódýrt og örugt húsnæði. Nákvæmlega. Og þess Það er held ég stóra. Og þið að stjórnmálamenn- meirhluti núna sé á rangri leið með þetta, það er það sem ég er að segja. Og öll þurfum við þakið yfir höfuði, sko. Ég held við þurfum bara Og við þurfum að tryggja það að þeir sem eru ekki á vinnumarkaði og eru bara á strípum einhverjum bótum að þeir hafi líka þakið yfir höfuði, sko. Brynja, þú færði ekki greiðslumat hjón sem að bæði eru á svona rúmlega lágmarkslauni, þá ekki greiðslumat til að kaupa. Þau eru dæmd til þess að vera á leigumarkaðnum og flytja 70% af tekjunum sínum í hendunar á okkur leigusala.
Það bara þannig að þú fara ekki greiðslu mat. Þetta mestu bara eins og þessum á dikkanískum tíma. Nei, en þetta náttúrulega líka afleiðing að há leiguverðir afleiðing að þessar húsnæðisstefnu sem við verið, sko. Þessi líka bara af því að við höfum ekkert verið með neina reglur eða ramma almennilega húsnæðismarkaðinn og við höfum svolítið látið þetta bara í hendur á einhverjum einkaaðilum. Því miður hafðir ekki gert það. Nei, menn það er ríkið sem þarf að koma inn með einhverjar skýrar, við getum ekki sett lög í Reykjavík þó við værum nú oft til í það, sko. Já. En Annað mál sem að tengi svona ríkinu og sveitarfélögunum sem að meiri hlutin og bara Reykjavíkurborg hefur verið gagnrýnd sem eru leikskólamál. Akkurat. Það sem að barnafjölskyldur eru í miklu vanda. Komast ekki í vinnuna, við erum komin í ráðhús og rétt ykkur börnin. Það er bara í vinnuna, annars missuðu húsnæði sitt. Það er mikill svona hiti og gremja í kringum þessi mál. Lítið friður. Já, var sérstaklega fyrir 2 árum, þá kom svo stór árið sem Einar var það hefur gengið betur bæði fyrra og núna og það þengist ekki því að við erum núna akkurat í meirihluta, þannig að við séum alveg, þetta er náttúrulega tekur langan tíma að byggja leikskóla, þannig að svo við séum nú sanngjarnt, sko. Við erum að taka 16 og 17 mánaða börn inn og bjóða þeim núna í haust. Við náðum 18 mánaða í fyrra, en ég held bara ekki öllum í þann leikskóla sem þeir vilja og það er kannski það sem að mér er mestar ágjör af, þú veist, er þetta fólk sem þarf að vera að keyra hverfa á milli. Það flækir daginn, við viljum ekki flækja daginn fyrir fólki. Umferðarkerfið ræður ekki við það. Umferðarkerfið ræður ekki við það og þetta hefur ekki verið nóg gott og ég held að við bara, líf á nú sérstaklega mikið í því að vinna með bara leikskólakerfinu, kennurum og líf fór fyrir þeim hópi og reyna að finna eins betur utanum líka aðbúnað og aðstæður. Já, og líka bara að starfsfólk leikskólanum var að fara að upplifa sig sem svona, kannski svolítið eftir hrunið þegar mátti loka öllu nema leikskólum. Þú veist, það var svona þau eru upplifin eins og þeirra heilsa skipti ekki máli eins og allra hinna. Í COVID. Já, ég meina það, í COVID menn ég, takk fyrir að leiðrétta mig það. Og eftir það, og við erum mörg að skrá okkur kannski með 8,5 tíma því að það getur verið þægilegt og þá þurfa þeir að manna leikskólan að fullu. Svo er fólk einhvern veginn að bíða og engin börn og voru svona hlutir sem að ég hafði ekki átt að mig á áður. En mér finnst þetta að vera mentapólitísk spurning. Fyrir hvern er leikskólinn? Og ég segi alltaf að hann er fyrir börn, þetta er fyrsta mentastigið. Og mér finnst við þurfum að horfa miklu meira út frá börnum í því tilliti, þó að ég viti auðvitað að þetta er ákveðin þjónusta. Grunnþjónusta við barnafjölskyldur. En sko, mér finnst við þurfa, þetta er eitt af þeim málum sem ég myndi gjarna vilja taka á dýptina. Vegna þess að þetta er ekki bara til þess að halda atvinnulífinu gangandi, sko. Leikskólar eru ekki, tannhjól atvinnulífsins. Þó að þið vissulega að þú þarft... Atvinnulífið þarf á þeim að halda. Atvinnulífið þarf á leikskólum að halda. Og fjölskylda. Og börn. Þannig að mér finnst við þurfa að horfa á þetta í einhverju svona stærra samhengi og ekki það að börn geti verið bara 16 tíma á daga því að mamma og pappi þurfa að vinna. Heldur að það er líka lítil vinnudagur lítilla barna fyrir hann, þannig að þetta er bara ýmislegt. Finnst ykkur þetta að vera að þokast í umræðu stjórnmálana? Mér finnst þetta að vera að þokast og ég held líka bara, við sem samfélag þurfum líka bara að gefa fólki sem er með svona lítil börn aðeins smá meira sigrún, sko. Mér finnst að fæðingarorlofi að vera 2 ár. Meiri sveigjanleika. Já, við þurfum einhvern veginn meiri sveigjanleika í þetta og bara meiri, og þá er það alveg, við erum náttúrulega stór atvinnurekandi, ég meina við erum Reykjavíkurborg með kannski einhverja 11.000 starfsmenn yfir árið, ég meina við erum stór atvinnurekandi, við erum ekkert endilega að gefa fólki með lítil börn meiri sveigjanleika heldur en öðrum. Ég held að við líka þurfum einhvern veginn að hugsa það sem samfélag, hvernig ætlum við að ala upp börn og hlúa að þeim, og svo kemur oft eitthvað svona, af hverju leyfum við ekki bara einkafyrirtækjum að reka þetta? Það er bara fullt af einkafyrirtækjum að reka leikskóla, en það breytir ekki því að Reykjavík borgar allan kostnaðinn. Það er það sem að gleymist alltaf. Það er eins og að það sé bara einhver svona allsherjar lausn að akta í stofnun leikskóla. En við áttum samt að borga húsnæðið og starfsfólkið og allan rekstrakostnaðinn. Stundum við tala að lausnin sé einkarekstur á sama tíma og viðkomandi var nýbúin að segja að tala manneklu. Já, það er ekki eins og að einkaaðilarnir drægi bara. En við höfum svo sem, við fengum eina beiðni einkarekin leikskóla núna á árinu og við samþykktum hana. Það var frá fyrirtæki sem heitir Hamingjahöllin sem kom inn og bara óvart að vera á lausu, Þannig að til hamingju með það og þær eru núna leika leikskóla. Brynjar, þú með lausnina þessu? Já, ég er orðin afi, þá er ég mjög upptekinn að leikskólamálum.
og ég sækja þá oft í leikskóla, sko. Í mínum hugta... það ekki góður leikskóli? Jú, það einn á vegum borgarinnar og einn þegar bræður eru ekki saman á leikskóla, allt í lagi. Einn einkarekinn, Hjallastjarnan, og hinn Borgarrekinn. Já, ég held það, ég veit að hann í háskóla ekki... Nei, það er félagsstofnun stúdenta. Ok, þá eru báður einkareknir. Sorgarður og mánagar, já. Sko, ég hugsa þetta bara þannig. Það sem við að sjáum, að því að fæðingarorlofið bara ákveðin tíma. Þá þurfum við að tryggja það að foreldrar geti aftur farið á vinnumarkaðinn eftir fæðingarorlofið. Það verkefni okkar. Það hefur ekki tekist vel í langan tíma. Það niðurstaðan. Og ég segi... Formaður félags leikskólakennara segir að það sé bara ómögulegt verkverkni. Nei. Þú getur aldrei búið til þetta einu ár. Þú ætlar að hafa Þú hefur ekki mannskapinn til þess að ráða. Ef við getum reddað mannskap í önnur störf, þá getum við líka reddað þessi störf. Það sem ég bara að segja, ég held að sé mistök hjá okkur. Ég held að sé mistök, hafi verið mistök, að eins árs börn fari beint á leikskóla sem heitir leikskóli. Ég segi, heyrðu, við brúum bilið, allir börnir eru 2,5 eða 3 ára, með svona daggæslu. Það getur verið fyrirtæki gegnum bara eins og ég var á Róluvelli í gamla dagmömmukerfið eða bara slíkt kerfi, af því að við þurfum að tryggja þetta. En þá erum við ekki að horfa á þetta út frá börnum og fyrsta menntastigi barna. Menntastigi eins ást, nei, við ráðum ekki, ef við ráðum ekki við það, þá skulum við ekki gera það. Okay. Og þá segi ég, við þurfum að gera eitthvað annað og þetta bara millibils ástand frá 1 árs til 3 ára til dæmis, sé bara eitthvað kerfi, þannig að við getum tryggt það að börnin fái eðlilega umönnun og gæslu og svo geta menn byrjaði í skóla 3 ára, sko. Ég held að menniði þurfa að hugsa þetta algjörlega upp á nýtt. En þetta mentapólitíska spurningin sem að ég vil gætna að vera Nei, ég veit það, ég skil það og ég veit alveg hvaðan þið komið og allt það og ég er bara lausnað með það. Já, ég vil ekki fara tilbaka og stíga skref aftur og bak og vera með daggæslukerfi. Ég sést þessi Rólu var í minningunni að þá var þetta kannski 2 úlingstúlkur með tyggjó sem að tók. Nei, þetta voru stúdungskellingar hjá mér. Og það snýtt okkur og fórum með okkur á flóið. Það þurfti nú ekki mikið meira, sko. Og okkur þau fórum að gæsluvellinir sem voru hérna. Já, en þá þurfum við bara að setjast niður og Alþingi tekur auðvitað líka þessa ákvörðun hvað á fæðingarorlofið að vera langt og á að festa leikskólastigið og við hvaða aldur á að festa það. Það er eiginlega þessi spurning sem við þurfum að svara vegna þess að við fáum vandinn sem að leikskólinn stendur frammi fyrir mannekla, það vantar fólk. Við eigum við í Reykjavík, við eigum nægt fjármagn til þess að ráða í allar þessar stöður, en það sækir enginn og það getur ekki bara hver sem af götunni komið og verið í leikskólanum, eða vegna þess að þau réðust í alls konar aðgerðir sem við erum núna að réðust í og þurfum að meta árangurinn af núna í haust. En ég er bara að segja, við þurfum fagfólk til þess að sjá börnin okkar og þykja vænt þau og mennta þau í leikskólum og það er það sem við þurfum að styrkja vegna þess að það er ekkert fyrir hvern sem að vera leikskólakennari, ekkert frekar en grunnskólakennari. En ein spurning, Líf. Ef þú þurfum svona mikilvægt að það sé eitthvað menntarsefni að barnið þurfa að vera í menntun, í leikskóla 1 árs, en á sama tíma þetta berjast fyrir... Þetta menntun í gegnum leik? Já, en á sama tíma þetta berjast fyrir því að fæðingarorlofið verið kannski 1,5 ára, 2 ár. Byrju, hver á að kenna barnið þá milli 1 og 2 ára? Nei, ég er að segja, það ef þú verður að búa til kerfi... Þú þarft ekkert að hafa skóla fyrir 1 árs barn. Ef þú verður að búa til kerfi í dag... Nei, ég held að það getur bara verið gott fyrir barnið að vera eins leikja heima og hægt þá er það í samskipti við foreldra sína og fæðingarorlofið fyrir barnið til að kynnast foreldra sína. Ef það er á Róluvellinum þínum, þá skiptir miklu máli að til dæmis að starfsfólki tali íslensku til þess að orðaforðin vaxi og eitthvað. Þá áttu kannski að byrja að tala um menntun af því að þú ert komin inn í stofnun. Þannig að reið og þú tekur á móti barninu, að þá tekur á þig ábyrgð. Það er ekki nóg að fara með þig bara snýta þér og fara með það pissa. Nei, en það er alveg hægt að gera þetta á þess að vera með leikskólastig með menntaða leikskólakennara. Það er það sem ég er að segja. Ef þau börnin geta verið heima á þessu tíma, þá geta þau líka verið í daggæslu. En ef þú verður að búa til kerfi í dag, þú veist,
myndur hafa það alveg eins og við búum við núna eða hvað myndur gera til þess að breyta? Og mér finnst þú þurfa að svara þeirri spurningu út frá börnum. Þetta kerfi ekki að virka og hefur ekki virkað allan tíma sem þið hafið stjórnað. Mér finnst sko... Ég er mjög stolt að leikskólar Ég man eins og með manni sem að sagði að þú losnar ekki að vaska upp með að gera það illa. Þannig ef það ekki að virka kerfi þá bara gerðu það betur. En ég vil bara segja, ég er mjög stolt af leikskólum Reykjavíkur. Þú verður að hafa sápu og uppþvottavélög, sko. Frábærar menntastofnanir og ég meina fólk er almennt mjög ánægt með leikskólanum. Það sem hefur vantað bara að við erum ekki með pláss fyrir alla. Það er það sem hefur vantað. Hefur fólk verið ánægt með leikskólanum? Mjög ánægt. Það endalausar tilkynningar með börnin geti ekki komið í dag og það eru þessi leyfi börn. Ég heyri engan sem ánægt. Það er yfir 90% ánægja með leikskólina meðal foreldra og þetta er bara kannað. Það var eiginlega sæmilega gott ástand 80% af leikskólum. Nei, það er bara þannig og þetta er fræðilegt og gott og ég meina þessi leikskólakennarar sem almennt eru að vinna með börnunum okkar, þau eru að takast á ekkert smá flókin verkefni. Þau eru með börn bara héðan og þaðan og heiminum, börn með alls konar áskoranir, þau eru að leggja inn orðaforðan þeirra, ef við erum að tala læsi þá þurfum við að læra, orðin eru lögð inn í leikskóla, þú þurfum að þekkja orðin til þess að geta byrjað að læra að lesa þau, svona mál, þroskaprófin sem er lögð fyrir þau 3-4 ára, þannig að þetta hjálpa að mynda orð, áður en þau fara í grunnskólan, hljóð minni ég, alls konar svona hlutir sem að í hreyfifærni, það eru alls konar, sko, þetta er svo sannarlega merkilega og mikilvæg menntun. Hvað segir þið við því að það má vel vera að þetta sé frábært að hafa þetta eins og þið viljið? En bara við höfum hvorki efna á þessu, getum við þetta, nýja hefur við mannskap í þetta, þannig að þetta er bara ekki á borðinu. Ég held bara að við höfum alveg efna því að við getum ekki lifa, hvað ég þannig hamingjahöllin, við getum ekki lifa í skíahöllinni. Hamingja, bara svo hrifnir svo nafni, þannig get ég ekki gleymt því. En ég bara segi við höfum ekki efna að fara að láta fólk vera aftur heima hjá sem er börn. Það kostar samfélagi líka. Þá erum við að missa fólki sem annars myndi mennta sig að vinna og skila útsvari og tekjum og kannski einhverjum nýjum uppfinningum einhverju. Það er ekki að tala að lengja fæðingarorlofið? Þannig við viljum ekkert, við viljum bara þetta virki og við höfum alveg efna því. Spurning, hvernig við myndum búa börnum að skólakerfi ef við varum að byrja í dag. Þetta verður að ganga saman, sko. Já, algjörlega. Og ég segi bara fyrir mig, ég held að það sé bara mikilvægt að þetta fyrsta ára eða jafnvel 18 mánuðir að börn væru heima, síðan færi einhver svona daggæsla með eðlilegri umönnun og eðlilegri kennslu sem fullt af bara venjulegu fólki kann og síðan getur við byrjað í leikskóla 3 ára. Ég sé þetta fyrir mig þannig. Og ég held að þessi einfaldara kerfi myndi virka betur og jafnvel ódýrara. Mér finnst leikskólarnir svona mjög gott dæmi það hvað er erfitt að reka umræðu. Ég hef talað við alls konar fagfólk og við alls konar fræðinga og svo hef ég talað við pólitíkusa og stundu segi ég svona, þetta ekki bara típist mál sem við ættum að hafa bara þjóðfund hérna niður í Laugardalshöll. Það sem eru svona bara ólík og við þurfum að finna svona nýjan sáttargrunn hvernig við ætlum að hafa þetta. Því að það er ekki maður er ekki alveg að sjá það þegar að vera að reka þetta mál í gegnum svona pex í umræðinni. Allir koma með sína töfralausnir og við verðum að vera raunhæf með aðstæður hverju sinni. Þú getur bara sagt það niður á þjóðfundur. Og þá segir ykkur að tala um mikilvægi barnanna. Ég meina, börnin eru framtíðin, það er ekki við. Við verðum að gera þetta vel. Við erum saman það, við viljum gera þetta vel. Ég er ekkert að segja að ég sé með einhverja fullkomna lausn eða eitthvað sem einhver fann upp fyrir einhverjum árum sig að hefði fullkomna. En það er kerfið sem við erum með og það hefur virkað býsna vel, en við náum samt ekki að einhvern veginn loka þessu gati, þessi brúa þetta bil sem er á milli og fólk er að ennþá lendi í vandræðum og það er óásættanlegt og auðvitað þurfum við að vera opin fyrir alls konar lausnum þar. Ég veit að verkalýðshreyfingin og feministahreyfingin er mjög mótið því að lengja fæðingarorlof. Sumir í verkalýðshreyfingunni, það er nú deilt í verkalýðshreyfingunni. Já. Svo tölum við líka við einhver aðra sem að segja að fyrstu 1000 dagarnir sé mikilvægt að vera nálagt einhverjum tengjast og segja að sé mjög mikilvægt að lengja fæðingarorlof. Einhverju vilja bara algjörlega menntun, há-menntun í leikskólum, aðri segja að það skipti engu máli eins og þú hefur fullt af fólki. Einhvers staðar þarna milli lítur þetta vera, sko. Og við hljótum að geta kannski bara þjóðfundur fín hugmynd og einhvers staðar verðum við enda þetta mál, að leysa það. Við þurfum líka bara að gera það. En stundum er það þannig að við erum eiginlega ekki byrjuð að greina vandann þannig að það sé uppbyggjandi því að þú verður að greina vandann, þannig að getur byggt upp. Það getur verið að greina vandann og rifist hann þannig að það bara getur ekki neitt. Ég ætla ekki að kalla þetta vanda, en lykillinn liggur í fagfólkinu, í fólki sem að menntar sig til þess að starfa með börnum. Þar er lykillinn og ef að aðbúnaður þess og ef að starfið er aðlaðandi og við getum gert það eftirsóknarvert að vera leikskólakennari
Þá held ég að við stöndum uppi með pálmann í höndunum, af því að við þurfum fólk, gott fólk, til þess að sinna okkar En ákveðningu okkar myndi hvenær á að byrja að kenna, sko. Stundum finnst mér Brynjar að því að Líf segir þetta, að munurinn á hægri og vinstri sem sá að vinstri talar það að við verum að hafa góðan aðbúnað starfsfólksins, að þá munur fagstéttirnar inn í kerfinu, hvort sem er menntakerfið eða heilbrigðiskerfið, þá munur þau byggja upp besta kerfið sem að mögulegt er. Þið hafið enga trú á því og þið verið senda inn svona einhverja MBA-kalla sem að tugt þetta til, þannig að ef við sleppum kennarunum að lausum, þá búa það til eitthvað svona skólakerfi sem er bara fyrir þá og þau gleyma börnunum. Ég held að margir hafi upplefað þannig. Ég veit ekki til, kennarafélög og menntaspecialista hafa stjórnað þessu kerfi öllu, það er ekki einhverju stjórnmálamenn. Það er allt verið farið eftir því. Eftir sem áður er skóli dýrastur, eftir sem áður er árangur vera minni, ég ætla ekki að kenna kennunum það. Þetta getur bara verið eitthvað í samfélaginu. Þetta er ekki mín upplifun, það kemur alltaf nýr og nýr menntamálaráðherra sem kemur með sína línu einhvern veginn og ruglar í kerfinu. Og því svona kennararnir segja við mig að það er eiginlega búin að vera stefnuleysi kannski 2-3 áratugi í þessu kerfi. Já, bara því að menn hafi ekki tekið á þetta, það fengi bara verið svolítið sjálfkrafa. Þetta verið bara mér finnst þetta, þetta hefur svolítið að vera forsendur þeirra, bæði gegnum kjarasamninga og gegnum allt þetta kerfi, þetta er svolítið á forsendur kennara, frekar en barnana. Ég held að þetta hafi ekki verið nægilega mikið á forsendur kennara, ef ég á að segja það. Ég er bara að segja mína upplifun, ég auðvitað veit þetta ekkert, ég er bara að segja upplifun mín er svo. Og við margt benda til þess. Ég veist þér hafa fengið verkefni eftir verkefni frá menntamálaráðherra og ríkinu eitthvað sem þeir eiga að gera og þeir eiga að kenna alls konar en enga bækur. Þeir fá engin verkfæri til að gera þessi verkefni nægilega vel og það er það, ég meina við vorum með 3 ráðstefnur gerum 3 skýrslur og vorum bara að reyna að greina þetta alveg, nýri details af hverju gengur okkur ekki betur í tilmyndið þess að voru 20 ár síðan að leikskólinn farist yfir til sveitarfélaganna. Hvernig svara menn því, af hverju gengur okkur ekki betur? Og það kom bara margt út úr því, til dæmis þetta, það er bara of mikið af einhverjum ákvörðunum sem er teknar í einhverju ráðuneyti og sendar út og kennararnir sem eru á gólfinu sem eiga að útfæra það, fá ekki verkfærin. Þeir hafa of lítinn tíma til að sinna kjarnanum sem er kennabörnum og of mikil tími fyrir eitthvað allt annað skrift. Þessi aðalnámskrá og allt þetta er allt byggt á einhverju sérfræðingum í kerfinu. Stundum finnst mér það líka að vera munur á hægri og vinstri að gagnrýnin á menntakerfið sé svolítið þannig að þið séu hræddir að sé vera að kenna börnunum eitthvað svona lýðræði og félagsþroska. Þess vegna viljum við bara að sé vera að kenna fólki að lesa og reikna. Já, fyrstu 3 árin eiga menn bara að einbeita sér að því. En þetta verði eins og í gamla daga og þeir sé bara snýtt og þú sett skemmtur og sendur út og gangir í sjálfstaflokk. Það er þetta mikilvægt að gangi í sjálfstaflokki. En þegar menn eru að rugla fólk með einhverju svona hugmyndafræði á fyrstu árunum, ef þú kennir ekki börnum að lesa strax og þau eru erfiðlega með það, þá verður allt lífið erfitt. Við erum alveg sammála þetta, en nám og menntun er ekkert bara eitthvað línulegt ferlið, skilurðu. Þetta er bara, þú lærir að lesa á margan hátt. Læsi í víðum skilningi er það sem að þú veist alveg hvað ég veit allt um það. Þannig að, jú, það er vissulega mikilvægt að læra að lesa. En það gerir líka í gegnum alls konar fög og ég ætla svo að nefna það líka að þegar við erum alltaf að tala um líka sem kennari, sko. Já, skapandi greinar og eitthvað svona. Mér langar bara að nefna það íslenska skapandi grein og starffræði skapandi grein. Þetta er, þú veist, þú flettar þetta allt saman saman. Það er svolítið að rugla umræðum með þessu. En við hljótum að þurfa að treysta fagfólki til þess að vita hvað er börnum fyrir best og kenna þeim það sem að Jú, ég geri það alveg sko, þá verður fagfólki að segja mér af hverju er árangurinn minn og minni. En átt þú að segja þeim að börn eigi bara fyrstu 3 árin að læra að lesa og skrifa og reikna? Byrja á því að kenna þeim það sko. Það er nú því að ef þú kann það ekki, þá nærðu hinu aldrei sko. Og ég ætla bara að minna á það að lestranám og læsisnám byrjar í leikskóla. Það sem er fag. Ég kenndi bara sonu mínu sjálfur sko. Já, ég læri nú bara að lesa sjálf. Og áður þið byrjuðu skóla. Og ég meina þetta er kannski að fá fólki í stjórnmáli sem að lærði í skóla. Nei, ég meina, byrja á grunninum. Því að ef þú byrjar ekki honum, þá lagast hitt ekki. Ég held að fyrsta setningin í námskránni sé einhvern veginn að hlutur skólan sé að undirbúa nemendurna til þess að lifa í lýðræðissamfélagi. Þetta er bara fróða sko. Þú vilt losna við þetta? Nei,
þetta bara fróða, þetta má alveg vera þetta, sko, þetta sagt fara fróða. En þetta hluti af svona íslenska menningarstríði í pólitíkinu, það eitthvað starf þarna. Þetta alveg rétt. Og ég held bara, ef þú ætlar að koma þessum börnum út í lífið og þau eiga möguleika og tækifæri, þá þarftu bara að byrja á þessu. Ekki vera að flækja tilveru þeirra með einhverju svona þvælingi og hugmyndafræði. Svo bendur þú mig. Að þú segir þetta, Brynjar, að þú segir þetta, og þú varst að vitna til Róluvallarins. Já. Á þeim tíma að þá voru krakkarnir sem ekki náðu að lesa, að þeir bara ítt út úr skólanum, sko. Ég bara vona að þeir myndu fá sér inn á gröfu eða eitthvað. Já, ég get sagt þér það. Þannig var það, sko. Það voru bara þeir sem höfðu svona líkur á því að geta klára menntaskóla sem héldu áfram. Markmið grunnskóla sem ég hétta ekki þá, var bara að íta þessu krökkur sem fyrst út á vinnumarkað. Helst 12 ára, sumum. Nei, sko, ég er jafnaldra mínir sem að hætti í skólanum. Já, það er líka bara allt í lagi. Ef þú kannt að lesa og rekna, þá getur þetta ekki verið skóla endalaust, sko. Þeir voru á mörkunum að Nei, ég menn það er ástæða fyrir að skólaskyldan er bara ákveðin tíma, sko. Það er nú menntaskylda Íslandi til 18 ára, sko. Börn eiga rétt á menntun. Já, þau eiga rétt á menntun, en það er ekki þar með sagt að allir þurfa að hanga í þessum skóla endalaust. Nei, mér finnst bara Ísland... Og menn gera bara alltaf mikið út og þú lærir bara jafnvel meira að fara að vinna strax. Þetta er svona einhverjum fróða og ég er sem að blanda mér ekki í þessa umræðu. Allir þurfa að hanga í þessum skólum endalaust. Ég er búin að kenna bæði menntaskóla og háskóla og það er helmingur sem á ekkert erindi. En þú menntaði auðvitað ekki bara fyrir atvinnulífið. Það var líka þannig að þú varst stúkur. Nei, ég er ekki viss um það. Já, í sumurleiti, já, kannski í háskólanum, en ég man alveg eftir því að menn lærðu þetta bara með hörkunni að læra að lesa, líka þeir sem áttu ekkert auðvelt með það í Kanada, sko. En sumir höfðu kannski ekkert áhuga á svo bóknámi, áttu ekki við þá. Þeir fóru kannski bara í starfsnám eða iðnnám, miklu meiri tekjur en ég, sko, og bara gerðu það gott, sko. En ég held bara, sko, ég sem var að hanga í háskóla endalaust. Læsi er ekki bara að kunna bókstafina, sko. Læsi er líka bara að skilja hvað þú ert að lesa. Já, og til þess að skilja hvað þú ert að lesa, þá þarf að tala við þig og þá þarf að vera eitthvað meira heldur en bara lestur og starffræði. Það þarf að vera einhver skilningur á hvað þýðir. Ég meina, ég og maðurinn minn er stundum bara, bæði miðaldra með frekar svona ung barn og við erum stundum hissa og hún kunni ekki sem orð sem hún er að spyrja hvað þýði og við bara, hvernig er það við börn sem eiga yngri foreldra? Hvernig eiga þau börn að skilja þetta? Sérfræðingar í læsi erum helst að tala þetta í dag að þetta sé eiginlega orðaforðin sem er að bresta. Ef þú færð barn sem takmarkan orðaforða 7 ára inn í grunnskólan, þá það er bara erfitt að koma því í gegn, sko. Við þurfum að bregðast við þessu í leikskólanum, eins og Líf er að segja, og á fyrstu árum grunnskólans að efla orðaforðan til þess að allir krakkarnir hafi möguleika á Þú eflir orðaforðan með að kenna þeim að lesa, sko. Nei, með því að lesa líka fyrir það. Nei, byrjaði á að kenna þeim að lesa. Ef þau læri ekki að lesa fyrst, þá munur aldrei skilja neitt. Ég ætlaði að fara hrósunum fyrir að vera að sækja barnabörnin og tala við þau, af því þú veist það hjálpar með orðaforðan. Nei, bara þess að eru mitt tala bara svo gamalmenni. Já, þá mun því ganga vel að lesa. Það er mikið á bókunum sem þið fá sem eru náttúrulega bara að skrifa á einhverju gömlu íslensku máli og þau er oft erfitt með að skilja, sko. Dóttir mín 2 ára sagði, ég mitti mig í sköflunginum. Það er þess að við lásum svo mikið fyrir Nei, þetta er auðvitað hluta líka að eiga þetta fallega tungumál sem við þurfum að losa. Það skiptir máli í Reykjavík, þetta er eitt af stærstu verkefnum sem... Algjörlega. Eitt sem ég sagði svo ég átt að vitni í umræðina sem er við Rauðaból, sem er ekkert skrítið, þegar við erum linnulaust að tala alltaf og drögum mikla umræðir í gegn. Við vorum að tala skýrslu Vörðu, rannsóknarseturs BSRB og ASI barnafjölskyldur og þar kemur meðal annars fram sem oft komið fram hjá Vörðu að staða einstæðra foreldra er mjög slæm efnaflega. Og ég sagði við Anna Hebu sem er fastakona þar að ég hefði ekki getað séð fyrir mér sveitarstjórnarkosningar 1998 eða 94 eða 1990 á þess að málefni einstæðra foreldra væri á dagskrá kosningabarnum. En svo er ekki í dag. Hvernig stendur á því? Eru það fáar, hann hefur búin að gleyma þeim? Kannski bara staða er bara miklu betur heldur að vara áður. Nei, ekki sagt að þessu. Það er sá hópur sem er í mestri fátækt. Þetta er auðvitað sá hópur sem við vorum að skoða þegar við vorum að reyna að mæta þessu ákalli úr leikskólanum álægið sem að þar er og hvernig við getum nú fengið meiri stöðuleika inn á leikskólana að þá vorum við okkur var mjög umhugað að grípa þennan hóp að þau vitum
að því að hann stendur langverst. Einstæðir foreldrar sem flestir einstæðir mæður og fólk að erlendum uppruna og tekjulær. Þannig að við reyndum að haga gjaldskránu þannig að við vorum að grípa þessa hópa og það myndi ekki bitna á þeim. Myndi ekki hækka gjöldin. Já, þannig að við gerum það og breytum því þannig og við þurfum að mæta árangurinn af því en þetta vissulega áhyggjarni finnst mér og mér finnst að við ætlum að tala um þetta. Akkur er þetta bara inn á nefndafundum? Ég hissaði að þetta sé ekki meira allt í pólitíkinni. Þetta var pólitísk ákvörðun. Það var pólitísk ákvörðun að breyta gjaldskráni svona þannig að við grípum einstæða foreldra betur. Við erum endalaust að tala um jöfnuð og fátækt og heimilisleysi og félagslegt húsnæði en það er eins og að eins og það ná ekki alveg ekki. Og loftslagsmál sem að ég heyrði ykkur kappar að það væri bara ekki vinsælt efni og þessum alltaf enginn að tala um það. Alltaf borgir að fara að brekka rússleðinu. Já, við ætlum að segja þér að aka minna svo sem er svo lítið mál, það er ekki þessi loftslagsmál, það er bara loftgæðamál. Já, alltaf sem ég frekka það. Það er langt ekki sem ég er ekki hrifin af. Einstæðir foreldrar, finnst það ekki verðugt efni? Jú, kjöru þetta, barna fjölskyldan, að hún hafi þakka yfir höfuðið, hafi tækifæri. Rannsóknir á fæðingartíðni síðan að fæðingartíðni fellur hraðast hjá þeim sem hafa búið við veikust efnahagsleg kjör. Það getur ekki verið fallið samfélag þar sem að bara einu efnameiri efna og að eignast barn. Það hefur ekki verið þannig. Jú. Ríkustu ríki Evrópu með minni fæðingartíðni en við Já, við erum bara nálgast mjög hratt. Já, en þessi rök gangi bara ekki upp. Og rannsóknir á þessu sína að fæðingartíðni fellur hraðast niður hjá þeim sem eru efnaminni. Já, rannsóknir sína. Þetta bara ekki bara veruleiki sem maður horfir á samt, og þannig að ég er ekki að kaupa þetta. Þó að fæðingartíðni hafi farið vissulega niður hérna á Íslandi, þá erum við samt að standa okkur langbest af Norðurlöndunum. Við lífum báðar eignast 4 börn. Já, ég er hérna að fjölga vinstrimönnum. Já, það er kannski ekki alveg nógu gott, en ég fagna áttur börnum, jafnir vinstrimenn. Ég held að við höfum verið nálgast að vera svolítið sammála við Brynjar vegna þess að hann var að segja að fólk með börn á hlúa þeim fjölskyldum. Það er framtíð. Ef enginn eignast börn, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur ekki eins og loftslaginu. Við erum bara sammála. Þannig að við erum alveg sammála þetta er hópurinn. Það vantar fókus á börn og barnafjölskyldur. Þess vegna þurfum við að hafa áhyggjur af loftslaginu. Og ég þurfum að halda þessa ræðu og ég var kallað algjör íhals-drulludeli af því ég var að tala um fólk að eiga börn. Eiga börn? Já. En þú veist, til þess að fólk eiga börn, þá þarf þetta að vera. Það þarf enginn að segja mér sé erfið að eiga börn núna heldur en þegar ég var ungur. Ég held að það sé sama aðferðin, Já, það er sama aðferðin, en það er ekki erfið að eiga þau alveg upp. Þannig að það eru aðrar félagslega ástæður fyrir þessu. Heldur efnahagslega. Já, ég held að sé líka efnahagslegar. Ég bý í Reykjavík og þegar við verðum að tala um rekstur Reykjavíkur, þá er verið að tala um fjárhaginn. En mér finnst það svolítið skrítið. Ég verið til í að tala um svona rekstur Reykjavíkur. Ég labba fram hjá ýmsum framkvæmdum, eins og fyrir ofan Hlemm og Guð má vita hvað þetta búið að standa yfir lengi og ég held þetta ekki eins og hálfnað, Og það er búið að standa í 2 ár. Meðan að áður ég hætti að tóka ákvörðun að bara hætti að keyra að þá keyrði ég í vinnuna og þá keyrði ég fram í sem kínverska sendiráðir hvað var sú framkvæmd lengi? 2,5 ára eða eitthvað þannig að stundum veldi ég fyrir mig saman til rekstur Reykjavíkur minna, er Reykjavík svona vel rekið fyrirtæki? Myndum maður sætta sig við þetta ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona drasslaraskapur hér kannski er það. Það var bara mikið dráttarskapur í Reykjavík sem jólst upp sem var Reykjavík Sjálfstæðisflokksins. Það var bara miðbarinn í niðurnýslu, það voru drullubollar og eitthvað fleira. Þannig að mættum við ekki að fara að ræða það við viljum að sé eitthvað svona blær á Reykjavík að það sem er ákveð að gera eitthvað. Það var reisað leikskóla og hann var bara komin eftir 3 mánuði. Má það ekki? Jú, ég held að það sé bara mörg tækifæri til þess að gera betur í því og ég meina við þurfum alveg að gera það. Kannski líka þessa upplýsingagjöf á framkvæmda tíma. Það vantar oft einhvern veginn af hverju er þetta dragast, hvað er verið að gera, hvers vegna. Dómsdagsklukku, þetta er komið 3 mánuði fram yfir áallan. En þetta búið að vera flókið fyrir Reykvíkinga. Ég meina þétting inn í borginni hefur líka alveg tekið á hvað þetta varðar og þetta er bara, ég minnst Reykvíkingar bara frábært fólk og þolinmótt. Það er það sem þeir sem reka fyrirtæki á Suðurströnd, þeir óttast þetta. Ég skil það þeir bara deyja veginn, þeir eru ekki eftir hvernig það var útlýst. Þeir munu deyja. Grái kötturinn við erum náttúrulega að fara að flytja til þeirra svo mikið af viðskiptavinum
að það bara sko, og þau þurfa ekki að kaupa neinn bílastæðan eitt, þetta er bara að fá fólkið inn og það verður ekkert mál, en á framkvæmda tímanum þá þurfum við að vinna með þeim þannig að þeir degi ekki og við þurfum auðvitað að vinna þessa framkvæmda áætlun og við erum búin að vera að ræða það Líf að þess vegna líka ákváðið að þetta er eitt af þessum borgið þarf að gera betur. Skipuleggja framkvæmdir og standa við framkvæmda áætlun. Og ég held líka við getum, það má líka bara skoða að því að í langflestum tilfellum eða eiginlega nánast öllum að þá bjóðum við út verkframkvæmdir að því að okkur ber skylda til þess að gera það og þá segjum við viljum fá þetta á þessum hérna tíma og ég held að það sé væntanlega hægt að setja það inn í samninga eða útboðsskilmálana að sé verkun ekki loki fyrir tilskildan tíma að þá geti bara klukkan farið að tifa skilurðu og það eru peningar. Eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Það er eitthvað sem vantar sko. Já, en ánægð með hraðan í kringum Hlemm. En mér langar líka að segja það er líka öðrum lögmálum háða því að þetta verður borgarlínustöð og það er bara vanda vel til verka. En það er líka, við erum fámenni og það er bara svo mikið af félögum sem að sérhæfa sig í alls konar uppbyggingu eða breytingum og leggja kantstein og hvað það er allt saman. Þannig að þó að við höfum fjármagnið og viljum gjarna gera hlutina hraðar, að þá er bara kerfið ekki í stakk búið til þess að mæta því. Það er vinna hann fyrir ofan Hlemm þegar ég labba framhjá. Ég labbaði 2 dag. Ég man ekki alveg hver staðan er á því verkefni. Jú, við vorum að samþykkja skipulagi núna. Það var ekki, næsti fasti fyrir að koma. Já. En það verður geggjað þegar það verður tilbúið. En það verður ekki tilbúið fyrir 2028. Svo þá getur það að hugsa það. Brynjar, ertu ánægður með reksturinn af Reykjavíkurborg þegar maður horfir á sem svona rekstur? Nei, auðvitað ekki. Það er margir auðvitað hafa upplefað þetta og þeir á Hverfisgötunni og svo finnum maður kvíðan af fólkir á Suðurlandsbrautinni sem veit alveg þetta. Þeir voru allir dauðir og allar eignir voru verðlausar áður en þessi borgarlína kemur einhvern tímann. Og þeir hafa enga trú á því að borgarlína byrja auka viðskipti þeirra, þú berði ekki þvottavélina út í borgarlínuna, sko. Þú nærði hérna við höfnina, af því að þeir eru ekki með lagir þannig? Nei, en allt í lagi. Ég held að þetta er... Það hann heldur ekki út fólksbíl, sko. Nei, það ber enginn, sko, þvottavélina með þú ferði og kaupi þvottavélina og svo kemur ykkur með hana, sko. Nei, ég set hann í skottið á mér, sko. Já, ekki skott, sko. Ég er bara að segja að það hefur engin trú á þessu með við skipulagsmál sem hafi verið undanfarna 20 ár í borginni. Menn hafa enga trú á þessu, menn eru mjög skeptískir á þetta og finnst þetta allt einhvern veginn ótraustvekjandi. Það er bara veruleiki með réttuðaröngu, sko. Það er bara upplifun manna. Já. Og ég auðvitað hef ekki verið þarna inni en ég hef einhvern veginn samt mjög sterkt á tilvísingu að það sé að gera það miklu betur. Hvað ætlar að gera betur? Já, ég ætla ekki að byggja leikskóla með þessum hætti sem það er byggt. Þetta er bara einn leikskóli. Já, mér er alveg saman þó að sé einn, sko. Hvað eru margir leikskólir í Reykjavík? Ég ætla ekki 90 eða eitthvað. Kannski. Já, 100. Ég held að sé ákveðin breyting sem hefur orðið á svona stjórnkerfinu í Reykjavík í gamla daga. Að þá var borgarstjóri æðsti embættismaður og var með alla framkvæmdastjórana við borðið og hann stýrt Reykjavík. Eins og það var gert. En það er ekki alveg þannig að nú er þetta í svona ráðum og það eru þá formaður ráðanna sem er yfirmaður þess sem að er sviðstjóri eða hvað nöfnir á þessu. Þannig að borgarstjórin er svona, hann er ekki alveg með sama hlutverk og við höldum hann sé með. Að hann sé eiginlega reka Reykjavík. Samt er það þannig sem borgarstjóri þá er maður með sko, stjórnendafundi, yfirstjórnafundi að ég hef allan verið með það einu sinni í viku og hitt alla sviðstjóra. Sviðstjórarnir eru með sína eigin stjórn sem er ráðið. Jú, en hún fer ekki með fjármálin, hún fer bara með fagmálin. Þeir náðu að breyta innkomsttorkina svo þú vissir. Ég veit það. Það er svolítið sérstaklega. Já, það var reyndar ekki breytt og því stoppaði það. Það tekin ákvörðun. Já, ég meina þetta var allt í einu auglýst, ég hef ekki hugmyndum þetta, sko. En við stoppum það. Það er, ég meina stundum við fólk duglegt og heldur áfram og bara eflaust fannst þeim sem að ákveða þetta væri góð hugmynd, þó að okkur finnist það ekki. En það er sko, þetta er eitt af þess að við þurfum einhvern veginn líka bara ákveða við Reykvíkingar, hvernig viljum við hafa Reykjavíkurborg, viljum við hafa hana pólitískt stýrða eða ekki og mörgu leyti. Við verðum að hafa bæði, sko. Við verðum bæði að hafa stefnu sem við skaman að tala um. Já. Við verðum líka að hafa sko
eitthvað svona afli að gera hluti því að þá gerum við meira sko. Ég veit það, en ég meina fólk spyr mér stundum bara af hverju er ekki búið að gera við heitapottin í þessari laug eða af hverju er ekki búið, fólk hefur alveg rosa væntingar til þess að borgarstjóri viti mjög margt. Af hverju er ekki búið að klára lem? Og ég veit ekki allt sko, en ég er búin að læra mjög mikið á því að vera þarna og ég held alveg bara innilega að við getum gert það betur. Já, veistu það, við getum gert það betur og ég held að sé of margar einingar, sko Reykjavíkurborg er allt og lítil heild og það er allt og lítil einhver svona innan stjórnkerfisins svona, þú veist, við erum Reykjavík og við erum stolt að því að það er rosa mikið eitthvað svona við erum íþróttaskiljur og ég er ekki að gaggrina neitt, þetta er bara eðlilegt í svona stóru kerfi, ég var að vinna á Landspítalanum, það var nákvæmlega sama, en því meira sem þú nærði öllum saman, þannig að það hefur verið svolítið okkar áhersla að tala bara meira Reykjavík. Þetta er ótt vandi bara í því að halda saman hópum, að fólk vil helst svona óbúa sig í þeim sem eru með jafnstöðu, og deilur á milli sviðana. Nei, og svo eru sviðinu þetta að ná fjármagni í sína málaflokka. Já, algjörlega, og það er sko, veikleiki í Reykjavík er líka bara það er svo hröð útskipt af borgarfulltrúum. Þannig að þú ert að koma innbrynja, þú eru að endast sko, því að þú veist, við getum ekki... Ég er nú að verða gaman menni, það er ekki vist að ég endist mikið. Nei, þannig nægir líka embættisfólki, það næri miklu meiri veldum, því það er alltaf bara með nýtt og nýtt fólk sem er ekki kannski almennilega inn í hlutunum og svo eru einhver svona eins og við líf sem bara eru búin að vera þarna lengi og vitum bara. Það á við landsmál líka, en við verðum auðvitað að vita hvað við viljum og hvert við ætlum, sko. Ef við vitum ekki sjálf og þá þurfum aðrir að gera það fyrir okkur. Þess vegna er gott að vera í sterkum pólitískum flokki. Nákvæmlega. Og vita hvert við ætlum að fara, setja sýnina og halda það fram þar saman. En mín upplifun það hefur allt verið svolítið í mólum í þessu og skipulast má svona... Þín upplifun er röng. Já, það er bara upplifun marga borgarbúa. Að þetta sé einhvern veginn allt eitthvað tilraunarkennt og þetta er allt mikla og þetta, hvernig datt mönnum þetta í huga. Svo Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í farabroddi fyrir að tala Reykjavíkur niður. Nei. Ég upplifu bara að hafandi verið borgarstjóri þetta 1,5 ára. Já, menn verða að vera gagnrýni, sko. Þið með ekki kalla það ala óánægju. Nei, ég meina Reykvíkingar elska borgina sína. Það er margt sem þeir vilja gera betur og við erum að bjóða okkur fram til þess að gera þetta betur og ég held að við getum fundið leið til þess að við tölum saman. Að borgarbúar sem bara missa traust á okkur til þess. Það er mín upplifun líka. Af því að við erum svo mikið talað mín upplifun. Það er þannig, það hefur verið mælt, sko. Þetta litla traust sem er á borgarstjórn. Já, en það er ekki minni eða meiri hluti. Nei, þetta er bara ennþá minna álit á minni hluti. En ég held líka að stöðuleiki við stjórn borgarinnar, ég held að það sé gott, þá vex álit manna og traustið eykst. Meira en 16 ára með Samfylkingunni. Ég held að, ég bara hugsa stöðuleika, að það sé ekki til dæmis sko, við erum með 3 borgarstjóra núna þessu kjörtímabili. Ég bara vil nefna það að ég held að trausti hafi farið niður þegar Einar sleit þessu samstarfi og pissaði í skóinn sinn, sko. Það var allt mjög fíblalegt. Þannig að ég bara vil nefna að það er okkar sameiginlega verkefni sem að komast í borgarstjórn að endurvekja þetta traust og náði upp. Það á við alla, ég tek alveg undir það, sko. Allir hérna... Við getum verið sammála í dag. Allir kosningabaráttur með séfilega breytingar, líka Samfylkingin. Já, það er að breyta tilbaka eða til batnaðar. En tölum aðeins kosningarnar. Þú vilt ekki breytingar, það er ekki búin að tala neitt kosningarnar. Nei, af því að þið eru stjórnmálaskýrendur. Heldur betur. Margir hættar. Hvernig endar það? Ég var að skoða skoðanakannanir og það sem kom upp úr kjörgössunum síðast. Það er ekki fallegt frá ykkar sjónarhóli, það er kannski allir að hjá þér, sko. En Sjálfstæðisflokkurinn mældist þá með bara 20%, en fekk 24,5%. Framsókn mældist með 14,5% og fekk 18,7%. Þannig að það var bara 9% stig að sveifla til hægri. Þannig að þetta hlýtur að vera mjög sorgarfull kosningavaka hjá vinstrimönnum. Já, þetta var þetta leiðilegt, það var alltaf leiðilegt að missa fylgi. Það er bara líkur hlutarnins eðli, en við erum þetta lýðræðissinnar og við viljum að fólk kjósi. Og ég menna þess vegna myndi ég vilja meira í pólitíska umræðu og sterkari flokka og meira samtal samfélagið En heldur það sé svona hægt á því að sko ykkar meiri hluti sem að þið haldið saman með ýmsum aðferðum í öll þessi ár, að hann sé eiginlega bara, hann er eiginlega farinn. Það er langlíklegt að verði Sjálfstæðisflokkur,
kannski Framsókn nái þarna inn og... Hversu forspár ertu? Ég fann að svitna, sko. Ég er mjög góð spámaður, sko. Ertu með tarot? Ég er með tarotspár. Nei, ég veit ekki, sko. Auðvitað höfum við ekki verið í sama meirihluta. Eftir hverjar kostningar búin til nýr meirihluti. Og meira segja núna... Varadekkin, ég bara mjög... Og núna meira segja bara eru 2 meirihlutar og já, ég held að allir meirihlutar sé betra með samfylkinguna í þeim, sko. En síðan verður auðvitað borgarfulltrúar bara að koma sér saman meirihluta og þeir verður að koma sér saman hvernig þeir vilja vinna saman og ég meina, við þurfum að vinna fyrir því. Það verður treyst þar. Það er ekkert gefið að samfylkingin sé alltaf meirihluta. En samfylkingin ekki á flugi í kosningabarðunni? Nei, hún ekki á flugi í þessari kosningabarðu. Kannski var ekki snjallt að skipta út oddvita og setja Pétur þar í. Já, nú bara kýs ég að tjá mig ekki, þetta mál. Herðu, við þurfum ekki að spyrja, þú er svo góðu spámaður. Ég las þetta á rauðaþræðinni þar í dag. Hvað? Og farið yfir þetta munun og skoðanakonunum. Já. Það er ekki mikil munur. Jú, ég vissi af hann. Mér mundi þetta eins og þegar ég sá þetta og sagði, vá, hvað það var mikil sveifla. Ég vissi þannig að ég teki þátt fyrir okkur kosningu og ég vissi ekki í borginni, sko. Og það hefur alltaf verið þannig. Hjá Maskínu hefur verið minnstakosti með 4% hærra heldur þeir gefa upp degi fyrir, eða 2-3 dögum fyrir kosningar. Og meira að segja var það næstu í 10% árið 2016. Þegar við sjálfstæðisflokkur endaði 29%. Já, þá ert að tala halvt ár, sko, alveg frá því að var boðað til kosningar. Nei, skoðanakonur rétt fyrir kosningar. 10%? Já, næstu í 10%. Í Maskínu. Í Maskínu. En þetta hefur verið svona, þannig, þetta hefur verið svona cirka 4% sem sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið meira og Framsókn oft og þá hugsaði mér, ok, ef Maskínukonur núna er 28%, þá er ég að segja, við hljóðum að fá 32%. Eitt sem ég myndi vara því sem sjálfstæðismann hugsa það. Ef að þú mælist alveg í botni í 20% fyrir borgarstjórnarkosningar, að þá er líklega að þú hækkir 4%. Það þarf ekki að eiga við þegar þú mælist í 29%. Það er að vísu alveg rétt hjá þér. En ég ætla að nota þessa aðferð samt til að spá. Já, fyrir þig, sko. Þá ertu búin að sigra kosningarnar. 32%? Já, ég held að þetta snúist við núna. Nei, en það er spurning, þú veist ekki alveg hvað það er marga menn, sko, í 35%. Það er eftir hvernig þannig að það er ekkert víst að niðurstaðan verða endilega neitt hagfelldari, sko, með það. En við hefum verið að hækka núna síðustu dag og ég er sannfærður að við að hækka á kjördag. Píratar munu fá minna heldur en mælast með og ef maður horfir á söguna þá myndi maður segja að þótt að hann detti inn núna að þá mun hann ekki ná inn. Þetta á hins vegar ekki við sósíalistöndu sönnu nér raunverulega VG. Þetta er ekki trendin hjá VG að þeir mælist hærri í könnunum heldur en kemur út. Hvað væntingar eru þú? Líf? Við erum auðvitað bara í nýju framboði og höfum leitt hesta okkar saman og ég hef væntingar til þess að fá meira heldur en við mælust með. Ég hafi mælst með núna þegar hefur mældust einu sinni með 13 plus eða tvisar. Núna hafi mælst með svona 11, svona nála 12. Og það er mjög nálagt Þú mátt alveg svara þessu. Þetta er dóttir mín sem hringir. Hún heldur þetta sem fjárstýring á föður sínu, sko. Sem þetta að þá voru þau eiginlega með sama fylgið og sósíalistar og VG voru með síðast. Sem er svona 11, er það viðunandi árangur eða... Nei, ég myndi segja sko auðvitað að lágmarki 3 fyrir vinstrið. Já, þið myndi fá það. Já, þannig að sko og svo höfum við verið að leika okkur af því að dónda þetta og hvað er langt í næsta mann og stundum er það 30 atkvæði og stundum er það, þú veist, 40. Þannig að þetta er bara, nú þurfum við bara að bretta upp ermar á lokasprettunum, en ég vil líka segja að það er engin VG-flokkur á Alþingi að spilla fyrir með því að gera eitthvað. Þannig að það er engin vinstriflokkur á Alþingi að eyðileggja fyrir vinstrinu í borginni, af því að það hefur oft dálítið að segja. Það hefur líka að segja með sjálfstæðisflokki síðast. Þau eru núna í minnihluta á Alþingi. Íslandsbankamálið hafi eyðilagt kosningabarátuna á síðast. Það bara var það líka fyrir okkur. En auðvitað, sko, þó maður sé að leika sér svona og gera gamni sínu með þetta, þá
bara veit maður ekkert hvernig þetta endar og það greinilega bara margir sem ákveða sér bara inn í klefanum og þó maður sé eitthvað voða brattur núna og segja já ég geti verið með þetta þá það bara allt óvíst sko. Það bara hvaða tilfinningu fólk hefur á endanum, hverjum treysti ég kannski best til þess að gera eitthvað gagn. Það verður spennandi kosningar. Já, þetta getur bara farið allavega sko. Fyrstu tölur 12:30. Já, þá ég sofnaður örugglega. Ég held þetta sé alveg rétt og við vitum auðvitað ekkert og ég meina við erum öll lýðræðissinnar og treystum því bara að fólk kjósi gott fólk til verka. Aðalatriðið bara fólk kjósi sko. Já, mér líst bara vel á alla þess oddvita og allt þetta fólk sem að koma inn. Ég held að það veri bara gaman að vinna með þeim og ég vona bara að ég fái tækifæri til þess. Ég held að sé allir að leggja sig fram. Ég meina maður búin að vera að horfa á þau núna takast á og ég meina sumir eru nýjir og aðrir eru reyndir og ég finn ekki annað en allir hafa bara mikinn áhuga á Reykjavík og ég bara Nú fyrir við að fá okkur að borða og horfum svo á kappræðurnar í kvöld þegar þá gera það ekki. Absolutt. Heldur betur, fylgjast með mínum manni. Það verður ekki eins langar og sín þar sem við fórum við 3 tíma. Já, ég var nokkuð lúinn að horfa á þær sko. Hvernig verður það að standa það? Ég gæti það ekki. Ég þetta að fá eitthvað svona stól. Ég stóð einu svona á RÚV sem nú kannski ekki bara með 2 tímar. Áður en að ég fór í mjaðmaskipti og ég var að hugsa að fara bara niður á Bráðaholti eftir. Já, þetta menn verða að taka til aldurs. Þetta svolítið skrítið að láta fólk standa svona. Ég sammála því. Það óþægilegt, ég geti vottað það. Ekki allt í lagi að hafa einhvern háan stól. Svona. Já, ég segi, En haldið að þessar kappræður skipti svona miklu máli þess að gerðu áður? Ég hugsa að það skipti svolítið máli. Það alltaf einhverju vaklandi. Það einhverju vaklandi innan vinstrisins og innan hægrisins. Þannig að þær getur þetta skipt máli. Ég held að það sem skiptir mestu máli það að gera ekki neinn stór mistök. Ég held að þú þarft einhvern veginn að sjarmera fólk líka sko. Það ekki góð leið sko. Nei, ég held að gera að fara inn og reyna að ná gera mistök, ok. Nei, ná inn svona 2 setningum einhverjum. Já, einhverjum sem að kemst í gegn og einhver staðar, af því þið voru að tala um pólitík á það og fólk. Eitt hluti af pólitík það að maður kýs fólk sem að næra einhvern veginn svona holdgera stefnu viðkomandi fólks. Þannig að maður vill sjá eitthvað sem að brennu fyrir því sem hann segir að virkilega meina það. Ég held að fólk vilji sjá það. Ég held að sannfæringu. Já, ég held að séu nokkuð prósentustig sem í boði í kvöld. Ég efast það með sín og mokkan og heimildina. Ég ekkert viss það. Ég líti á það sem bara uppbytun. RÚV aðalmálið. Ég held það. Ég held að sé sátt það hjá þjóðinni. Að koma og setjast niður og núna margir sem ekki búin að ákveða sig að þetta tíminn til þess að taka ákvörðun. Ég held að þeir sem kom fram í svona þætti verða átt að sjá því þeir get ekki ná til allra, startu fyrir þínu, þorðu að segja það og þannig að þú nærði ekki til allra, það bara ekki hægt. En það ekki að segja á það ber hins vegar að líta á alltaf. En Einar Þorsteinsson gerir náttúrulega sönnu greiða þarna árið, hún stakk út svona þegar spyr hvort það var ekki bara einhver kall að stýra henni. Gæfi munir, já, algjörlega. En mér langar samt að ég finn fyrir lokunum nálgast. Það langar mig að... Ég er endi þetta. Já, ég hef heyrið það og ég get klárað þetta fyrir þig. Ef ég á að þóra heim, sko. Já, ákveðat. Ég var í málningabúð í Efri byggðum og það gengur á mig maður sem ég þekki ekki. Og hann segir, þú ert lífið ekki? Og ég segi, jú, þú ert minn uppáhalds stjórnmálamaður og við konana erum að hugsa að kjósa þig núna í kosningunum. Já, segi ég, já, þú og Brynjar Níelsson. Þið eru mínir uppáhalds stjórnmálamaður. Já, við erum ekki saman flokki. Nei, og ég hugsaði, þessi maður, hann þráir persónukjör. Þannig að hann getur kosið mig og Brynjar. Já, en það kannski á meira við í borgarmálum, sveitarstjórnarmálum heldur kannski henni venlur í pólitík á þinginu. Og fólk ekki alveg bundið flokkunum. Já. Það tengdara persónum held ég. Já. Og ég auðvitað að vonast til þess að einhverju sem ekki alveg hægra megin sjá eitthvað í mér sko. Að ég geti gert eitthvað gagn. Kannski það ekkit víst, en ég alltaf að vona það og þannig auka fylgið.
En við erum alltaf að glíma við sko framsókn, við erum að glíma við Miðflokkinn, við erum að glíma við Viðreisn, svolítið ekki mikið við, en nú erum við vantarlega saman í flokkinn næst út af þessu manni. Ég held að kannanir sýni að það bara skarast ekki í mengið af ykkur. Nei, hann gerði það þessu manni samt. Ég held að þessi maður hafi ekki verið að hugsa pólitíkina þegar hann valdi ykkur tvö sem Nei, hann er að hugsa eitthvað annað. Mér er hvað þau eru ósammála. Bara hvað þau eru fallegur. Já, bara skemmtilegt og vinnuglegt Ég ætla að fólk. setja punkt hérna og bara ósköku góðs gengis í kosningunum. Takk fyrir það. Kosningabaráttan er eiginlega fjara út bara. Nei, Það er alltaf stuð á kjördag, sko. þú veist, það er þessi dagur. En ég ætla ekki að ringi kvölda með hann út kappnaðar, ég ætla að horfa. Nei, mér voða illa að ónáða fólk. Já, Ég vil horfa. Ég þakka ykkur fyrir Takk fyrir að bjóða okkur. Heiða, Líf og Brynjar. Kæra þakkir. takk. Og þetta var vikulokkin í kvöld. Á morgun að þá ætlum við bara að fara rólega í þetta á kjördag. Ég ætla að tala við Vigfús Bjarna Albersson sem var sjúkrahúsprestur lengi, margir þekkja sér slíkan en hann vinnur nú, tekur viðtöl inn í þjóðkirkjunni í dag. Hann fikk hjartaáfall fyrir 3 árum, mjög alvarlegt og stort og ég fekk svona hjartabilun daginn, þannig ég nýtti með tækifærið af því ég er alltaf að kalla hérna fólk sem ég langar til að tala við og mér langar að tala við mann sem að hefur farið í gegnum ykkur raunir og ég ætla að ræða við hann hérna, lífið og dauðan og sjúkdóma og hvernig við berum erfiðleika og hvernig við erum sterkust sem manneskjur. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast með því í fyrramálið. Takk fyrir.